Cagliostro, Charlotte. Heyrist þið mig núna? Ok, heyri, við erum komin hér á Jötunheim, stærsta mót, bara Fighting Game mót Íslands, hingað til, og svo sannlega stærsta mót ársins. Þannig að við erum hér nú fyrst með Grand Blue Fantasy vs. Rising, sæðleikur hjá mig á fyrstveim. Við erum komin hér strax í top 8 og eins og við getum séð hér á Cagliostro versus Charlotte og Magic. Við erum að sjá það hér, sko. Og við höfum auðmingin á Charlotte og Magic á Cagliostro. Is it true that you're capable of changing a body's inherent parameters? Here comes a new challenge. Well, I know it's not very nice to Hello. brag about yourself. Ég Jópi Droppi mættur á svæðinu, tíminn til að tilbúin að kommenta þetta. I'd be more than happy to oblige. Spennandi. Believe in victory. Battle 1. Já, ég veit ekki alveg hvað ég hugsa um. Rétt núna það svo tværið svo stelpur að berjast. Það er ekki það sem maður hugsa um. Oft sem maður hugsa Grand Blue Fantasy vs. Mind your toes. Magic, hann er sentarkæð. Hann er að hlutlega upp með sentur og heldur hann allir inn í og bara Og hann er mjög góður. Ég man ekki sá það í síðustu móti, hann var ofta hann að besta fólk í orðsinn og láta hann bara ótrúlega fyrir. Hvað finnst það rátt við? Battle 2. Það er alveg skemmtilegt að sjá því Engage. á Charlotte. Síðast var hann á Magic. Já, hann ákveð bara að fara og spila Charlotte. Ég hef oft heilt að Charlotte er voru saman í Currency. Ég veit ekki til en að það funka. Já, ég hef verið saman að því. Og sækir til þess að íta hún alleiðin, það er svona... Þetta er ekki sérstaklega að spila ofta á hann og þessu að kasta þetta. Nei, þetta eru daily mission, sko. Já, þetta er daily mission, já. Nei, Hjörgur, hann var ekki með takkana rétt. Hann hlaut að vera, sko. Þannig að það verður klárlega reverse sweep. Við skulum sjá. Þetta er mjög misvísandi að bakgrunnu í sjálf hans. Það eru auðir stólarna í bakgrunnu sérst. Það eru, allir eru bara rétt út fyrir þetta shot. Það eru actually, ég veit, fullt fólki þarna. Já. Það er bara vill ekki vera fremst. Nei, skil það svo sem erfitt að vera í spotlightinu. Believe in victory. Battle 1. Engage. Já, ok, það er dróð. Research begins. Oh my god. Ég byrja að sjá hana muninn núna. Þú er alltaf að skipta hana pros. Já. Já, henda hann beint í tilbúinu vatnum. Hann er að hoppa yfir veita ferri. Battle 2. Engage. Við komum með hann í vegginn strax.
Ó, big hit. Ég alveg vilt að þess að þið næst út þegar var engin getur ekki. Well done. Vel gert hjá hennu engan að býða eftir og sem Magic var í offensive væst stað til þess að taka rissalega beint í skipturinni. Ó. Það er að grípa Magic, komin inn til reyði. Nú er komin alveg í leikmannið advantage. Þetta Evrópland svo öllum. Wow, er það ekki turnaround? Það er ekki alveg. Það er einhvern næra hérna bakkaða til að taka ráð. Battle 3. Engage. Já, það er einhvern koma tónlega. Ef hann reynir að hoppa yfir, þá er Magic tilbúin aftur. Það er einhvern að líka í það svona. Já, bara beig. Ó, maður þá notum við sig að beig. Það er með það svona mjög gott help. Það var komið til Já, beigurina og gildurina og það game. Já, hann er vanandi, sko. Maybe you should embrace being a cute little shortcake. It beats getting jealous of other people just because they're taller. Cagliostro Hann var doesn't even tilbúin að know ganga the í burtu, meaning hann of vissi ekki að það var hann að jealousy. besta She's framherji. already perfect. Klárlega hefur ekki oft verið í top 8 eða hvað. Believe in victory. Þetta breytir, Battle það 1. verður að muna það. Engage. Great. Það er gott með hann. What Já, are we doing here? það er komið hann aftur. Já, wallbound. Hey, það er komið með wallbound. Þetta líður út fyrir að vera mjög gott rangsur á hann. Já, ég veit hvað fyrir. Já, counter þetta. Great. Ó! Battle 2. Engage. Rétt og það er að fara yfir gildina, wow! En kom í hotninu, það var hotninu. Rétt og fyrir yfir og upp og niður aftur. Beint í gildina, beint í hotninu. Great. Inn í súperinn. Þetta er ekki damage. Þetta var gott, þetta var gott. Það er aftan en alveg að blokka þetta. Já, Outside, unfortunate. Fast í hotninu, getur við strikki í tíðinu. Næri, game 3 fyrir til naumkjan. Believe in victory. Battle 1. það var ég. Engage. Æsblokkar. Ég fókus, já. Blokka á leiðinu. Það er alltaf það. Það er mjög öflug. Þetta er backwards. Það er annað. No! Great. Get ready! Doom is not awesome! Vissi ekki að þetta var þannig sjúpar og þjóðunum myndi dansa áfram með þetta. Victory pose! Battle Það er 2. matchpoint til Magic. Engage. Hey, byrja bara að gera besta. Getur það aftur.
Þetta er hann the Cliff Under special. Já, einmitt. Go by me! Oh, how about a game? Over! Better watch out! Fengi getur... wow! Það er ekki Cliff Under þarna fyrir yfirfólkuna, hann fórnum fyrir Magic. Það var ekki damage á þessu sem hann var að fóra fyrir. Er þetta confirmed? Nei. Hann er ekki að puncha allt eftir yfir. Hann er að puncha. Blame yourself? Já. Magic tekur þetta með super á fyrstu. 3-1 Magic, hann helst áfram en núna þarnast Smash Doubles og hann þarf reyla að skreppa. Being a Við cute höfum little 3 setta með shortcake. hann It sett keeps áður en getting hann kemur jealous of tilbaka. other people just cause they're taller. spila hjá þeim Cagliostro doesn't even know the meaning of jealousy. She's already perfect. Heyrðu, kannski fáum við að sjá brackets hér í eignablik. Við vitum ekki hana, við erum í losers. Magic flýtir, Smash Doubles. Við erum í loser stage, þannig að það er hérna annað losers sem kemur hér. Yes. Spurning. Þetta setur Dan 50 og einhvern minn annan. Dan 50 svona snemma í losers sé það ekki orð. En þetta er annað, þetta er ekki gildi hér samt. Svo þetta er bara whole another battlefield. En hann er eiginlega góður í þessa leiki, sko, því hann var eiginlega ekki að spila neitt áður og samt kemur hann í top 8. Nú, er þetta bara intuition og bara innate skill? Já, greinilega. Já, nú þá erum við komin við hana. Dan, það er rétt þér. Dan 50 móti Ómar. Nei, spennandi. Ómar er náttúrulega búinn að spila hann leikið. Það er svona frikarleiki eða hvaðna. En hann er að spila erfiðasti karakterinn leik. Er át af búning. Það er ekki út af búning. Ég veit ekki, kannski er það. Ég myndi ekki halda það. En hann er ekki að spila Avatar Belial. Og vandamálið með Avatar Belial er að það kostar health að nota special. Þannig að með, minnsta healthið í leiknum og hann reynar hann með því að nota gera kombo. Alveg var kunnulegt. Ég hef heyrt þessa arketýpa áður. Þetta er einhvers konar glass cannon. Þetta minnir mig smá Shadow Moon úr Pokker. Hann er þannig að hann er með miklu minna health pool en hann er miklu öflugur en aðeins. Það var mjög vinsælt í á Monsterunum á netinu að Shadow Moon var með einhvern move sem til að dreina healthið báðir menn ekki drepa það. Svo var báðir hann eitt inn í tíl. Og svo myndi hann nota ótrúlega gott move til þess að bara stala leikir og tæma þér. Og út af því að hann var með minna health pool, þá myndi Pocket vera með kannski að hann var minna health pool, svo var með health pool. Tæknilega séð að vera með hærra percentage heldur hans eftir, svo hann vinnur. En núna er Pocket búinn að recalculate hvernig að view health er þarna í time situation. Það er hægt með að tala Pocket, við ætlum að fylgjast með þarna Belial hans og ekki, eða hvað, nei. Sandalfon! Sandalfon! Það er einhvern veginn. Þessi karakter er líka þáttið glaskannir eitthvað. Þetta er ekki Gooning karakter, at all. Já, það er eftir... Hinn karakterinn getur verið Gooning, hún er freaky. Já, svo sem. En málið með Sandalfon er að hann er með svona, venjulegt Shoto toolkit til að byrja með. Og svo getur hann equippa mismunandi svona vængi, mismunandi element. Þá breytist fireball hans í svona mismunandi moves sem er kring þessi elements. En hann tekur meira damage. Hann tekur 10% meira damage með hvert element. En svo fyrir wind elementi, hann tekur 20% meira og fær air damage. Þetta er einhvers konar Þetta er einhvers konar hann er einhvers konar jack of all trades, bara ekki allt á sama tíma. Þetta er veist, þú þarft að hyper special sig eitt í einu. Daldið þannig. Þannig að hann getur svona specialisa í mismunandi hluti. Já, hann þarf bara að vita hvenar að tími til þess að specialisa í ykkur. Já, einmitt. Hérna sjáum við combo, já, hann er með þessi wall combo, sko. Skulum við sjá. Já, ok, hann disrespectar þessi plus frames, það bara viskar hjá honum. Wow. Bara fer beint í það. Sko, að masha á plus frames
hefur áhrif á hversu plusverðin eru mentally séð, veist. Já, Það er einmitt. þú ert ekki eins örugur með þannig plusverðin lengur, svo þú farið ekkert, veist, til dæmis að initiata, segjum, safe on block moves aftur, þetta er kannski, veist, kannski getur startið við verið stuffa, jafnvel þótt að þú ætti að vera plus. Ef það er ekkert respect, þá þarf þú að adapta við það. Já, heyrðu, Dana er gott backthrow og þeir eru báðir með mjög lítið líf. Þeir eru bara að dansa í kringum hvort annar. Erfitt að ná hitt hjá neinu, Hann blokkaði random þetta. super. Það virkar ekki hjá honum. Nei, ég vissi það alveg. Þannig að Dan 50 var þarna með The Samurai Showdown, hann bara crouch block, bara býttu aðeins, hann strækkar fyrst og svo drepi hann. Ó, Anti-Air 2H. Heyrðu, þarna sáum við vængina. Ó! Heyrðu, það er að hitta honum úr því. Dan 50 er með einhvers konar next level defense. Það Já. byrjaði þarna. Heyrðu, DP. Þetta er einhvers konar sixth sense. Nei, konvertar ekki frá wall-komboinu. Heyrðu, þarna sáum við Earth Fireballið. Heyrðu, hann nær kombo frá þessu. Já, Hversu mikið? bara inn í SSBA. Þetta er svolítið mikið, já. Þetta ætti að vera nálægt í að minnskosti. Já, Já, þetta er solid. Þetta er solid damage. Já. Þetta ætti að vera nóg fyrir hann til að snúsa Þarna við. braincounterinn. Reversal. Ó, 2H til að klára þetta. Heyrðu, það er nú jafnt. Kannski þurfti hann bara að hita upp aðeins á hann karakter. Hann spilaði Avatar í pool, veit ég. Já. Þetta er skemmtilegt að sjá. Þannig að þú sérð ekki Dan 50 eða Ómar þarna á svona playstyles. Vá. Þetta er miklu öðruvísi en að þú myndir búist við frá hann að Guilty Gear. Já, einmitt. Það er enginn að spila Rushdown eða einhvers konar þarna techno babble, hvað er í gangi í Batman, þú veist. Nei, svo sannlega ekki. Nei, og líka skemmtilegt að Ómar skulle spila Sandalphon þegar hann venjulega er ekki Shoto. Heyrðu, pikkar upp frá þessu. Já, beint inn í superinn. Það sem ég er að pæla að Sandalphon er DLC-kart, svo ég er að pæla hversu lengi Ómar hefur haft þennan gæja in his pocket. Já, það er spurning, sko. Believe in victory. Battle 1. En Ómar tekur fyrsta leikinn. Þetta var frábært, Anti-Air. Já, heyrðu, hann fer aftur í Earth. Spurning hvað hann ætlar að... Já, þarna notar hann hana. Þetta Earth er náttúrulega sérstaklega gott fyrir pressu. Þú sást þarna alveg ótrúlega plus frames. Ok, gott throw. Eitt gott throw bait, bara hann í andrunum, það er fínt. Heyrðu, pikkar upp frá þessu. Nær bara. ekki komboinu. Ok, jump in. Já, DP að þetta bara. DP, pressure, ef það virkar ekki þá er það annað Random DP DP. eða shimmy. Quick jab, já. Það er gott, stundum þarf þetta til að ná pressuna á svona tempo. Já, þannig að stundum stundum virkar það að bara nota growth moves á þegar þú ert minus, meira að segja. Já. Nú veit það getur amminskustin á favorable trade, ekki favorable, þú getur náða trade og það getur virkað að þú ert í þegar með advantage. Þannig fer hann í wind formið. Nú er hann komið með air dashið en hann tekur 20% meira damage. Sem er alveg ótrúlega mikið. Droppa komboinu. Er þessi hjálp að koma aftur í þetta er position ekki gott. og þetta bara repeatast aftur. Ó, þetta má ekki. Greinlega vissi hann ekki af því. Ó, what the? Vá. Þetta var nú kannski ekki hugmyndin. Þetta var kannski var þetta improper positioning fyrir the wall bounce. Já, það hlýtur að vera. Heyrðu, nær bara að pulla hann akli leina yfir. Nær 2H en konvertar ekki frá því. Oh my god. Nær rétt svo að beita guard country. Það var þetta game 2 eða ekki? Já. Þetta er 2-0. En það fer upp í 3. Þannig að Ómar þarf að vinna einu svona enn til að taka sigurinn. Skulum við sjá, já, hérna kemur wall comboið.
hann er bara með þetta. Já, fer aftur í Earth Transformið. Spurning hvort hann notar það eitthvað. Já. Hann er notað ansi vel, bara alveg þokkalega og mikið droppar, ok. Heyrðu, það er bara að byggja upp aftur. Þetta var Hann er með meter. Bóm. Eitt rándi viðbót. Já, Og þá er Ómar kominn í hérna loser semis. Já, gott run up throw. Víra náttúrulega með dash speedi til að gera þetta mögulegt. Wow, bara walk up throw. Hví ekki? No! Hvílíkt reset. Það næri ekki að konverta frá því samt. Nei, ég endaði ekki, ég byrja inn aftur. Eitt gott antægir. Svo inn í að klassiska Beefy combo, Nei, hann droppar þetta. Þeir eru dálítið jafnir hér. Þeir eru nota... Nei! Punish! Þeir eru báðir bara on the knife's edge. Þetta er hann að Futsis. Nei, hann massar út. Þetta er það. Nei, hún Wow! Wow! Ég var að fara að segja það, Ég hélt að Dan ítt á taka þarna. Ég hélt að þetta var búið. Já, einmitt. Þeir eru bara 2 sweeps í röð. Það er gott handægir, ok. Get off me. Sjá, Dan greinlega mjög góður á defense en fer dálítið offense núna. Heyrðu, og gott conversion. Já, water orbið, það er öflugt sko. Það er svo hægt. Get bara hleypt upp fyrir aftan það. Hérna er annað wall combo. Nei, hann droppar það! Heyrðu, þetta var bara reset eins og síðast. Spurning hvort þetta væri ekki bara reset líka. Grab. Og þá er það... Eitt bóti viðbót. Og svo eitt hitt, þarna kom það bara DP til að klára leikinn. Vel spilað. Heyrðu, bara sammenna teborð frá einhver, hví ekki. Ég held ég fatta hvað hann að Ómar sér í Sandalfón núna. Já. Hann byrjuði te, ég held að Ómar er hann að teka í. Já, jú. Ómar hefur ofta verið með hann einhvers konar romantík. Já, einmitt. En skulum við sjá. Ég held að ég sé næst á set. Já, þú er bara næst á dagskrá. Þannig ég segi bara takk fyrir mig. Já, alltaf læg. Og vonandi kem ég aftur. Annarkvæmt er ég solo eða einhver kemur inn. Já, einmitt. Við sjáum bara til. Já, ekki standa svo þú actually kemst fyrir. Já, frábært. Takk fyrir það. Þá skipti ég bara sæti, nú er ég komin hérna. Já, það eru með Egil á móti Ironclad. Og ég er kominn á commentary. Hér er ég mættur. Já, við erum með auðmingjarni hérna. Loksins. Ég meina, þetta var leiðilegt þegar ég tapaði. En Magic var bara sterkari. Það má eiga það. En eins og hann segir, Egil Ironclad næst á næst kemur það. Ég er alltaf spenntur að sjá hvernig það verður sko. Það er hugsun að Egil spila alltaf Víra á hann. Eða Vera? Nei, hvað? Er það E eða E? Víra held ég. Víra, já ok. Er það 2 E eða ekki? Eða hvað? Nei. Vera. Er það Vera? Veira. Ég veit ekki. Veira. Alltaf, mér finnst líklega það sem velja hana. Ironclad var... Hvernig var Ironclad þetta að spila senast? Ég reyna að muna hvernig hann var á senast móti. Var hann Versusia? Það geti verið, jú, Versusia. Það var Versusia og hérna, ég manna eftir hvort að hann var í Grand Final eða Winner Final eða eitthvað. Hann var allavega að keppa held ég við Bills hjá honum hérna, hjá honum Inga Þór.
Þannig að við erum spurning hvernig þetta fer núna. Ég meina, Ingi náttúrulega líka, en þá vinnur sætt, vann seinasta mót. Þannig að þetta eru, ég held að, einmitt, þessir sem eru núna í topp í vinnursætinu eru þeir sem eru mjög sterkir og séu líklegir til þess að vinna, sko. En þeir eru að gera sér tilbúna, skilst mér. Yes. Og ef einhver að fylgjast með sem að veit ekki að því, þá erum við hérna í Next Level Gaming á Jötunheim. Við erum hana við erum hjá í Egilsökkulinni. Egilshöllinni. Það sagt, já. Þarna. Ja, nu er það farið. Next Level Gaming. Við sér hérna special thanks to Next Level Gaming Ja, og þetta. Ormsson. Next Level Gaming og Ormsson. Og bracketið, ef þið viljið sjá það. Annars getið líka, heyrðu, ég var að bæta líka við, ef þið checkið inn í chatið, gerið upprömmunverkið bracket. Og hvað heldur að mæti á svæðið? Það er bracketið mætir, linkur beint á bracketið, sko. Það er ekki að býða eftir hérna að poppa á skjánum, þið getur bara að checka hvernig þið vil. Já, akkurat. Og hérna, þannig að við erum búin að vera að vinna hörðum höndum að koma þessu upp. Next Level Gaming búin að vera mjög hjálplegt með mitt að koma þessu öllu upp og við eiginlega bara tókum yfir svæðið. Þannig að ég er bara ótrúlega ánægð með hvað þetta er búið að ganga vel eins og er. Og við verðum hérna aftur á morgun með fleiri streymi. Við verðum með Street Fighter, við verðum með Tekken, top 8, allavega í báðum. Við verðum með Pools í Guilty Gear, við verðum með Smash Pools og Smash top 32. Örugglega Rivals og Aether 2, eða Aether eða Ether. Rivals of Ether, what? Núna tók ég því alveg á laginu. Ég hef alltaf kallað Rivals of Ether. Já, Ether, ok. En það gæti verið Aether. Aether, allavega eitthvað. En þannig að við sjáum þarna að þarna Egil spila Gita. Já, jú, heyrðu, já, hann var líka Gita og hérna, Gita og þeir tveir náttúrulega hafa spilað mikið áður, sko. Þeir þekkjast vel. Og þarna er þetta. Ég veit ekki alveg hvort ég prúfi þarna þetta kostúm. Ekki? Nei, ég held að hann default er miklu betra. Hann er Bíls. Hann er Bíls, já. Já, sjálfsögður hann Bíls, ég maður núna. En hann var greinilega Verúsía seinast, eða hvað sem hann heitir. Blöðutekinn er öfug. Egil er hægra megin, Arnklætt er vinstra megin. Snúið nöfnunum. Nöfnunum er vitlaus. Egil með hann Arnklætt í horninu. Glæsilegt og hérna byrjar þetta. Pikkfast á njótninu. Þú ættir að reyna að halda á, þetta er náttúrulega klikkuð, mér finnst svo klikkuð hérna fireballin. Það er spurning hversu mikið Egil er líka nú náttúrulega búinn að æfa sig á því, þú veist, mér skilst að það voru einhver nerf á Bíls. Hann er að spila eins og brjálæðingur líka. Rosalega vel spilað hérna hjá honum. Fáum hérna að sjá, gott dive kick hérna komin inn. Hann er líka, Bíls er með mjög gott líka að, þú veist, keep away og síðan að komast inn. Líka við náttúrulega að draga inn og allt saman, sko. Flott sidestep, nei hérna, sidestep. Flott hérna. Oh my god, nú er þetta að gljóka betur. Þetta er hérna gott DP. Ég man eftir þessi projectile sem Bíls var með. Ég man það eitt problem var það að þú getur ekki hérna dodgeað. Inn í súperið hérna. Ég veit þarna. Það er ekkert annað, það er all leiðin maður. Þetta er huge damage. Flott damage hérna. Oh my god, hann ítti súper. Ég sýndast að íta. Nei, ok. Oh my god, what? Ok, það virkar greinilega að íta á hérna, nú mér að glemja hvað heitir. Hvað heitir þetta þegar maður ítir á M og H? M og H? Ég veit ekki. Ég bara veit ekki. Ég er ekki Þetta er náttúrulega, af hverju við hérna? Það er spurningin. Ég er hérna út af því ég get verið hérna. Ég er laus. Akkurat, það er lausum maðurinn. Round 2, Egil hérna kominn í... Já, 1 stig á Egil, þá er 1-0. Það er 0-1. Yes. Og já, þetta er winners round 1, já. Þetta er hana ekki... Já, sorry. Ekki gætið ykkar á hana UI-inu. Já. Projectile kemur út. Svarthólið, nær að byrja combo með super. Spectable damage. Nær að þróbreyka.
Argent er ekki að þróa byggja tilbaka. Nokkuð jafnir hérna. Super confirm, yes. Við komum við hérna flottur. Þetta er Aftur ekki að superinn. drepa það. Nei, no what? Jú, jú. Okay. Fuck it. Við bara, we kill. We kill with that, sko. Hérna. Enda Gott! er. Gott enda hérna. Nær ekki halda Drop kombónu áfram með kombóinu. dofkíkunu. Ná, bara pikkur upp, hann heldur áfram. Ekki stress. Nú, heyrðu. Ok, flottur. Komin af honum. Þetta counteri væri nú myndi virka aðeins betur hérna, en flott. Throw tech. Projectile. Byrja advantage, throw break, DP. Flottur, komin í hotnið. Nei! Flott! Vel gert. Nú, superinu hérna á móti. Þetta er ekki dauður, en þetta er þó nokkuð mikið damage hérna. Hann er á slæmum stað. Hann beið þarna í smá og var að beið eftir þarna panic option. Hérna. Það er hérna grafinu í lokin. Gravity í lokin. Þetta tökum við hérna. Reyndi að entire en þetta var þarna ekki einn stórt hopp og hann hér. Gott kombo hérna, flott kombo. Komin á sér. Throw break, flott. No escape, segir hann á meðan hún flýr. Komin á honum. Nau, ok, flottur, komin hérna inn í. Hann er samt í hotninu, hann er á slæmum staði hérna. Egil er náttúrulega sterkast í hliðin eiginlega við Egil er það að þegar hann er komið með fólkin í hotn þá ertu dauðadömdur, sko. Þá er bara blokk dæði. Snappstakkið superið. Flott! Ok, núna er mikið damage hérna. Nær super. Hann er ekki dauður. Ég trúi ekki. Ég hef á tilfinningunni að hann séu döður. Nei, ég trúi ekki. Nei, ok, ég Sko. hef ekki með þarna knowledge fyrir þetta. Þarna kemur að Egil tekur leik 2. Hann heldur sig á Beastbop. Ok, gott. Flott hérna á Ironclad. Komur góðu damage inn á. Dive kickið aðeins svo langt í burtu. En hér byrjar corner combo. Kongurinn, Egil. Backthrow til að koma í burtu. Hann var að gera sér tilbúin fyrir superinn. Nei, hann gefst það það! vendi. Það hittir! Koma svo. Droppa komboið. Ironclad með Já, bara þarna. grabið Gott þá. throw til að klára það. Nú er kannski returnið að koma. En Egil sterkur með kombóin hérna, komum með hann í hotnið aftur. Það sem hann vil hafa um hérna. Ekki back throw, það kemur hann í burtu. Deep til að koma aftur í hotnið. Nei, já, svo langt í burtu til að punish þessu. Throw hérna. Þeir eru bara að halda áhrum að reyna að fleygja hvorum öðrum af. Heyrðu, það er bara raw super hérna. Og hann er að, já. Það er svo sannarlega að gera eitthvað. Er það super? Nei, heyrðu, droppa kombóið þannig. Gott throw hérna. Nú er Ironclad þarf að gera eitthvað til þess að ná að klára þetta. Hann er aðeins undir lífi. Minni meter. En hann þarf að vinna þetta. Ítan að taka. Hann eitti ekki að taka. Og þetta punishið. Klárar hann. Hann svo sannar að klára hérna. Eitt leikur til Eitt leikur á Ironclad. Believe in victory. Battle 1. Hann er kominn inn. Flottur. Egil er á góðum stað hérna. Gott life lead. Nei, ok, flottur. Kemur hann inn. Teleport til þess komast inn. Gott grab hérna. Ekki mikið damage samt komandi frá því. Og hér byrjar damage eins og það frá Egil.
að sjá þetta super eflaust 5 sinnum í þessu leik. Og þetta er ekki alveg döður! En Þróttur klárar þetta. Egill kominn á set point. Gott endi ég þarna með medium, sýnist mér. Hann teleportar framjá, en lendir í fleiri, ekki nógu lengi að, ekki nógu lengi með vörnina. Hann er 50%, flott hérna counter. Þarna. Súpar að gegn? Nei, það er ekki virkar súper í gegn. þannig. Það mátti reyna samt, svo sannarlega. Svo DP, dive kickið hérna, komin inn. Hörðu, súper, hann hoppar yfir! Og er þetta búið? Þetta er búið Þetta er hérna, búið. Egill tekur þetta. Egill kominn áfram í Winner Finals. Vel spilað þarna. Þannig að þá er komið að næsta leik. Ég hef trúið að það sé Crownless og settu bara bracketið fyrir. Að sjá hérna bracketið hérna. Ingi Þór Crownless Chief. Þá er það næsti leikur hérna í Winner Semifinals. Hver er að fara að hitta Egill í Winner Finals? Já, skrifaði ekki það. Skrifaði bara eins og þetta stendur þarna. Já, sorry, þú getur líka setið hér. Paste það niður. Þannig að við fáum... Þeir eru að gera sér, ég sé að þeir eru að gera sér tilbúinu hérna. En hérna er bracketið mitt eins og ég segi. Þú mátt taka við. Af annar hverjum okkar. Hvort vil þú? Þú hætti það og ég hætti það? Ég hef ekki að droppa, ég hef akkur á mig 3. Ok. Herru, þá er ég komin aftur á commentary. Þetta var alveg frekar close set, myndi ég segja. Við höfum nú spilað saman mjög mikið áður. En þetta var nú í fyrst skipti sem ég tók Jira í bracket. Þannig að, herru, næst höfum við hvað? Ingi Þór og Crownless Chief, sýnist mér. Ingi Þór er hingað til okkar svona besti spilari, þannig að það verður spennandi að sjá. Já, Crownless er yfirleitt mjög góður í þessum leikjum, en hann er ekkert rosalega vel æfður í Grand Blue, sem ég veit af allavega. Þannig að það verður spennandi að sjá hvernig þau keppa mót hvort annað. Þau tóku náttúrulega leik líka Grand Finals, eða þetta er ekki Grand Finals, en þau tóku Grand Finals í Street Fighter Third Strike, bara hérna rétt áðan. Þannig að spurning hvernig þetta mun fara í þetta skipti. Þá held ég að Ingi Þór vann, en það er ekki víst að það sama mun gerast hér. Við sjáum hér aftur Beelzebub og svo Ladiva frá Crownless. Enda er Crownless þekktur grappler spilari. Sjáum nú til. Hérna höfum við það. Ég leyfi þess að spila bara. Báðir þessi karakterar voru að fá buffs núna í patchið sem kom bara, ég veit ekki hvað, þriðjudaginn, miðvikudaginn. Fyrir 3 daga síðan. Þannig að þessir eru báðir mun öflugari núna en þeir voru fyrir bara viku síðan. Sjáum til hvort að spila eitthvað í þessu. Ég held að þeir byrja bara þetta swinging.
Ég hélt í smá stund að það væri button check, en nei. Þeir eru bara crazy með þetta. No. Kommt ultimate DP hér. Wow. Heyru, Ingi Þór mjög glaður að nota DP-ið segir við. Eða hann að reversalir, skjöldurinn. Mér finnst alltaf að klikka að Crownless velur Ladiva. Því að mér finnst þess að Ladiva sé eiginlega aldrei það góð. Ó. Hvað segir þú? Ladiva held ég aldrei það góð. Nei, hún var að fá buffs núna, Já. þetta patch. Þannig að ég veit ekki hvort það hefur breytt einhverju, en hingað til hefur hún ekki verið neitt rosalega góð. Nei. En ég meina Crownless getur spilað alla grapplera í öllum leikjum, þannig að það skiptir ekki máli. Þannig að það getur verið að hlusta á einhver tierlista fyrir það. Nei. En þetta var líka Grand Final rétt áðan í Street Fighter 3. Já, það er rétt. Kemur DP-ið. Heyrðu, þarna kom Flottur! það. Nei, það er ekki follow through-nu. Er þetta spot dodge á þetta, hvað sem það heitir í þessu leik? Spot dodge að hverju segir. Þarna þegar hann rushar inn með hendina? Já, nei, það er svo fyndið, það hittir ekki ef þú blokkar low. Ok. Ef þú sitjandi, þannig að það færðu bara frýtt whip punish. Ok. En hins vegar er frekar erfitt að reakta það. Heyrðu, hann bara hoppar. Já. Ok, hér erum við að tala saman. Þetta. Og það er superið, það er undir 30%. Já. Þetta er mikið damage, sko. Oh my god. Þetta er eiginlega meira bara nær brottinu. Allt þöggs er super. Já, Crownless Robber bara segir. Já, akkurat. Crownless Thief. Já, Crownless Thief eins og segir. Ah. Nei! Hann var að búast við hoppinu sko, en því miður kom það ekki. Góð vörn náttúrulega. Crownless má eiga það, hann er mjög góður í vörninni. Þarna, Heyri. flottur! Geggja, komin í vagnum. Nau, gott damage hérna. Já, hann er með þetta metagame á hreinu. Bara að ná andstæðinginn í vegginn, það er svona aðalmálið. Og hérna sjáum við að þegar hann náði command-grabið þá svona gerði hann smá taunt í endanum og núna mun næsta command-grab hjá honum gera meira damage. Er það? Þetta er svona svo medalíukerfið hjá Manon. Já, svipað, en það er bara ein medalja. Nei! Oh my god, það er superið! Nei, þetta var Wow. ekki í lagi maður. Þetta var geggjað. Og þarna er að finna þessi Ingi Þór tekur fyrsta leik hérna. Vel spilað samt hjá báðum, þetta var mjög close þarna. Já, Alla leið til loksins. sko þannig að það er spurning hver nær að svona koma out on top. Heyru, overheadið. Það eru svona dash, þú getur fengið ný normals eða þú ert hlaupandi. Ok, nær þetta ekki alveg. Það er svo náttúrulega betur. Nei, nær ekki að spotta þetta á réttum tíma. Dash hjá Crownless er overhead. Heyru, ok, klára þetta með DP-ið. Heyru, ég held að þetta drefur. Nei, hann droppar! Og super! Nei, er hann hoppið! En það er allt í lagi, það er annað komið að graf þarna. En hann á mjög lítið, það er ekki einu svona, það þurfti ekki einu svona ná inn í grafið, sko. Unblockable, full screen, sko. Ég meina, það þarf það, eða ekki? Hann var nerfaður, eða ekki? Hann þarf þetta. Nei, hann var buff, sko. Nú, ok, ég er að miskilja. Þetta pass. Þetta er hérna. Já, þetta er ekki alveg, þetta er reversal hjá henni. En ok, nær, hann failar meteor. Komin áfram meira. Ok, góður að spotta þetta. Hittir hann þar. Crownless er mjög góður í að spotta þetta. Spurning hvort hann hefur fengið þetta frá Fury. Ég held að sé hann er búinn að spila Smash, sko. Þeir eru náttúrulega spot dodge, sko. Já, Þarna, leikur 2, Ingi Þór. Já, heyrðu. Ingi er dominant hérna. Já, Enda líka ríkjandi konungur í Grand Blue. það er rétt. Heyrðu, blokkast það. Ná, nær ekki punish. Command-grabin er ekki nógu langt. Nei. Hann er mjög virkur einmitt í dive-kickunum. Þarna! Ok, núna erum við að tala saman. Núna veitum við hvað er að gerast. Nei! Hann er ekki follow through. Heyrðu. Nei! Geggjað. Nær og hann antægir.
Ok, blokkar þetta. Ekkert punish. Hann ætlaði að gera anti-air specialið en það var ekki alveg nóg mikið range á því. Spurning. Heyrðu, þetta er Þetta dauður. slæmar fréttir fyrir Crownless. Hann er með 100. Já, hann er ekki með súperið. Það er dauður. Já, Set point, Ingi Þór. En Crownless bara, þú veist, er að koma, aðalgatinn hann bara ekki gera nóg oft. Hann kemur svona að chippa nóg mikið af, það er bara ekki að gerast nóg oft. Nei, Áður en leikurinn er búinn út því Ingi Þór náttúrulega tekur bara gott anti-air hérna, komin í hornið. Ingi Þór er svo góður einmitt í því að koma út mikið damage sem leiðan er að grípa eitthvað. Já, einmitt. Nei, það er mikilvægt að vera með sterk punishes á mótunum af því að hann hefur, eins og sér, bara alltaf... Já, vandgrafið. Ég held að hann leifir þetta. En... Heyrðu, þarna. Nú kemur comebackið. Ég þarf Crownless, fólk þarf að chanta Crownless tíð. Nei, það var að byrja! Ég var að koma þetta cursið maður, hann er finished. Þarna, Ingi Þór tekur þetta, komin áfram í Winner Finals. Já, snöggur en góður leikur, myndi Já, ég segja. algjörlega. Það Ég er meina, spennandi. mér fannst hann bara close. Fyrst Já, allavega og síðan svona aðeins byrjaði hann að verða sterkari og sterkari. En mér fannst alltaf Crownless allavega geta haldið aðeins í því. Einmitt. Og það er spurning hvernig þeir halda áfram með þetta núna næst. Ég ætla aðeins að kíkja á hérna bracketið. Já, það er daldið erfitt þegar maður er með tæknimann sem er líka kommentator. Já, sko, fólk á náttúrulega, þurfum að fara að fá fleira fólk til þess að sjá mín störf, sko, svo ég geti gert bara það sem ég langar að gera. En Ironclad Ómar, næsti leikur, Ironclad Ómar. Já, það er Og- spennandi. Við sáum báða hér, nei, jú, við sáum Ómar líka á Sandalfon. Já. Þannig að, Ég spurði mynd áðan bara, hérna, hvort hann hefði, þú veist að, nei, hvernig vann hann? Hann vann eitthvað 2-0 held ég. Og ég spurði bara, já, býtti var ekki verið að nerfa hennar gaur? Jú, hann er rusl, sko. Ég er ekki, já, ok, það er flott. nei. Þetta er erfitt að spila lélega persónu, sko. Það er náttúrulega, maður færum náttúrulega meira, þú veist, points fyrir það, sko. Já, ég er daldið ósammála með einmitt annan karakter. Því hann kannski. er ógeðslega pirrandi að spila á móti. Þannig að það er bara gott að hann sé lótir að mínum mati. Já. Nei, ég skil það líka, þú veist, þetta er svona eins og, ekki að þú veist, strá salt í sárin, en þú veist, eins og með Guilty Gear, þegar Potemkin er komin, þegar grapplinn er komin hátt upp, sko, þá byrja mennið mitt að vera bara, þessi leikur sökka, það er ekki hægt að spila þetta er unfair, og allir Potemkin-görnir bara, loksins er unfair. Já. Hvað er þetta að koma að því, maður? Nei, en hérna, ég er spenntur allavega að sjá hvernig þetta fer. Ómar er líka mjög góður, hann náði, hvort hann hafi ekki náð 5. eða 4. sæti seinast held ég. Jú, Þannig að hann er mjög sigur stránglegur, sko, en Ironclad líka sömulegis, ég meina hann var í Loser Finals allavega, ef hann var ekki líka í Winner Finals, minnir mig á þar senasta mótið, sko. Já. Þannig að hann er líka mjög, þeir eru báðir mjög sterkir, sko. Ég hef alveg trú á því að þeir eiga báðir alveg sigur líkur, sko. Einmitt. Heyrðu, það stendur hérna að Ómar verður slæmaður ef hann tapar. Nú, Þannig að Ómar, þú voru að passa þig. það er bara Nickelodeon style. Já, akkurat. Þú skalt ekki mæta á jötunni heima morgun. Við sjáum hér aftur Avatar Belial, þetta skipti. Engin Sandalfon núna. En kannski er það bara betra. Þetta er svona villain face-off. Já, það er spurningin. Hér fyrir við beint í leikinn. Spenntur að sjá þetta líka. Jú, hann spilaði líka hérna Avatar Belial á einhverju móti. Hann var held ég, hann áður en að Sandalfon kom út held ég. Jú, ég held að það er rétt, sko. Hann var alltaf Avatar Enjoyer. Já. En svo þegar Sandalfon kom út, þá svona skipti hann daldið aðalkarakter. Já, ég skilji. Nei, flott þarna. Antti er með í eyrunu. Já. Báðið með... Já, báðir með dive kick og báðir bara með alls konar ótrúleg verkfæri. What? Wow! Haha! Ok. Ekki lenda fyrir aftan hann greinilega. Hann er bara með augu allstaðar. Nei, flott. Hann er komið annað. Gott. Nú hefum við séð eitthvað þessu þarna einmitt að vita alveg á dökk þetta. Ég hefði fallið fyrir þessu. Jafnvel svo með væri- Charlotte sem persónu, sko. Já, einmitt. Nei, super! Fyrir double! Nei! Oh my god, það náður hann maður. Svo klassíska base boostið líka. Já, það virkaði líka rosalega með í krátinu. Hvað er gæðin að gera? Shit damage! Oh my god. Æj.
það er eitthvað rosalega svona leiðilegt um þetta stendur líka. Chip damage. Þú veist ekki maður fær svona sé eins og í sumum leikum eða eitthvað. Nei, gott að það eru bara skýr, finnst Já, mér. bara. Og hefðir að geta verja. Sorry. Já, einmitt. Nei, maður getur nú spot-dodgað. Það er hérna lausnin. Þeir eru bara eitthvað fljúa eins í Dragon Ball FighterZ. Uppáhaldsleikinn hans Ómar, já, það er spurning sko. Það er spurning hvernig það er að þykjast að Avatar er eins og sko. Já. Hver er Avatar í Dragon Ball? Núna þyrfti ég að fá einhvern sem veit bæði um Dragon Ball og Æ. Þetta er slæmt sko. Ég held að það sé döður. Já. Og fyrsti leikur á Ironclad. Vel spilað. Já, virkilega. Replay data has been overwritten. Það er svo sem í lagi. Það. Mín vegna kláða. Já. Þú getur tjekkað þessu setna. Ef að matchupið. Já, einmitt. Nei, eða þá get ég skoðað svona Twitch-votin sem við upplöðum á YouTube okkar. Já, akkurat. Þannig að ekki sé Iceland á YouTube. Endilega kíkja á það, ef þið eru ekki búin að fylgja því. Þetta er bara ótrúlegt knowledge check, execution check mér að segja. Það er að spot-dodga þetta bara einmitt réttum tíma. Og hérna... Já. Erfitt að komast inn á móti Beelzebub. Og líka bara Ironclad er með mjög gott defense sko, það má eiga það. Já, einmitt. Gott hérna kombo, ég var nú það að þeir yngi eru mjög svipaði með þetta, þeir eru með mjög góð damage combos með bíl. Einmitt. Þetta var geggjað! Wow. Hann hafði ekki að pönnist þessu með þessu samt. En geggjað flott hjá honum. Þetta var klikk og perfect hérna til þess að klára leik 2 hérna. Ironclad tekur leik 2. Nú þarf Ómar virkilega þetta í Ultra Instinct hérna mót. Já, einmitt. Bara activate Super-Saiyan formið og allt svolítið. Já, sko Ultra Instinct er eiginlega betri en Super Saiyan, sko. En hérna, við skulum ekkert fara lengra með það, sko. En þú veist, bara svo við vitum, næst, sko. Já. Ómar minn fara í mig, sko, ef ég segja þetta vitlega. Þetta er samt meira Ultra Ego, sko, ég verð að segja eins og þér, sko. Já, Svona Vegeta-útgáfan af Ultra Instinct, sko. Ok, það meinar. Alltaf gott að droppa smá anime knowledge hérna. Nei, og Superinn! Æ, þetta er slæmt, sko. Til að klára settið. Nei, þetta er ekki settið eða ekki búið. Nei, það er ekki. En samt sem var ótrúlega, Ómar var á leiðinu þarna, sko. Já. Hann hefði notað freka bara hit og base boostið þarna. Já, við bara finna hérna. Já, akkurat. Þetta er akkurat góða persónum fyrir akkurat þetta til að pröfa base boostið á svo græði hérna hjá okkur. Í salnum. Já, Next Level Gaming, by the way. Við erum hjá þeim hér á Jötunheim. Næstu því næra DP beita. Þetta er ekki gott. Hann er ekki alveg dauður. Oh my god. Nei, droppar þarna í lokin en hann á ekki mikið eftir. Núna er... flottur! Ok, hérna kemur. Hann á meter. Hann ætlaði að sleppa... Nei! Oh my god! Þetta kemur það. Núna. Nei, hann bara þarf það ekki. Hann þarf ekki klárlega. Nei! Ég trúis ekki og þetta kemur að Ironclad tekur leik 3 hérna heldur áfram í loser semifinal. Vel spilast þetta hjá báðum þarna og leiðilegt að Ómar verður slæmaður á morgun greinilega. Þannig það verður bara að hafa það. Hann lifir þetta af. Hann lifir þetta af. Næst skils mér að það sé Crownless Magic, ef ég man rétt. Já, það gæti vel verið. Það hljómar rétt að klára. Já, það er þetta loser quarterfinals áfram. Og ég er spenntur að sjá hvernig það fer líka. Magic, sko, fyrsta lagi, eitt besti spilarinn hérna, sko. Ég tapaði fyrir náttúrulega, sko. Já, en það er líka út af því að hann er eitt besti spilarinn, sko. Það er eina ástæðan eiginlega, sko. Ég man líka vel eftir leiknum seinast þegar þeir kepptu á móti hjá okkur. Þeir tveir voru með mjög skemmtilegan leik þar sem að, þú veist, ég held að Crownless hafi bæði farið Ladiva og, hvað heitir gamleikurinn hann, með skeggið? Já, Soris. Já. Ég spilaði báða það og meðan hérna Magic, hvort að Magic hafi bara tekið Kagliustra eða
þetta er eitthvað annað. En ég man alltaf að það var, þú veist, mjög jafn leikur, bara upp í, þú veist, seinasta round minni mig, sko, í seinasta leik. Þannig að Einmitt. þessi tveir eru mjög, geta verið mjög jafnir með það. Ótrúlega, það er sterkir spilarar. Spenntur að sjá hvernig þetta fer. Já. Skulum við sjá. En er það ekki örugglega... Jú. Ladiva... Jú. Crownless er náttúrulega þekktur líka fyrir að hafa nokkra svona side-karaktera Já, sem hann er bara að leika sér að af og til. Þannig að, en greinilega ætla hann að halda sig á Ladiva í bili, Já. allavega. einmitt. Veit aldrei hvað gerist. Eins og ég segi, þú veist, í minningunni þá man ég að hann alltaf var að flakka á milli persóna og heyrðu, ég átti að hatta eða? Já, greinilega. Geggjað. Heyrðu, Svíþjóðarleitur, það er bara betra. Nei, eða Finnland meira að segja. Já, eða Finnland, þetta er fyrir Finnlandi. Er einhver finni að keppa hér? Ég veit að það voru í flestum löndum allavega, ég veit ekki hvort það er einhver frá Finnlandi. En þetta er alltaf fyrir þig ef þú ert þarna úti. Þú veist hvað er átt að halda við. Já, akkurat. Ég veit ekki hvað hinfáninn myndi vera, hvað hitt landið er. Bara... Já, Latvía eða eitthvað. Góður hattur, sko. Já. Ég meina, sérðu þessa grímu eða? Já, ok, þetta er gríma, ok, ég vissi það ekki. Ég held að það væri bara hattur, sko. Já, ok. Það er ennþá betra. Well, Cogwheel Já. tries hard to teach cuteness to all her pupils. But of course, none shall surpass me. Not in power nor in pretty. Whatever you say, sko. Já, whatever, maður. Ég veit ekkert, sko. Ég veit ekki lórið, sko. Nei, heyrðu. Þetta er reyndar vitlaust nöfn. Já, En við sjáum hér að Ladiva, sem er Crownless og ekki Ómar, er komin inn strax. Segir mig náttúrulega, geggjað fyrir hann. Af því þetta er ekki auðveld staða fyrir Magic. Já, command grabið. Ok, krossar upp. Bara side switchar. Það er kannski bara flag. Ég held reyndar ekki. Ok, nær reversalinu. Og bara gera það aftur. fuck it. Já, why not? Ég meina, Crownless að koma sterkur inn hérna. Heyru. Nú er málið. Nú þarf Magic bara að koma gildrunum upp. Heyrðu. Na, flott, vel gert, koma gildurum hérna, reynir að flýja samt aðeins, hann þorir ekki held ég mikið inn. Crownless er líka mjög góður einmitt í því að... Ég reyna að gera tilbúin til Já, að ok, passa sig á prófar hann. gildurunum mitt. Já, nei, nær ekki alveg að henda honum inn í gildrunum hinum megin. Nær backdashinu. Og þarna... Já, það kemur command grabbi og annað side switch. Heyrðu, þetta er bara reset. Flottur hérna komið með nær. Og kom ekkur til að klára þetta hérna. Crownless tekur fyrsta leik. Alveg ótrúlegt. Whenever the unloved. Now, dear, I respect. Believe in victory. Battle 1. Skulum við sjá. Það er spurning. Heyrðu bara Ok. close heavy. Gekkja. Counter. Komin inn. Oh my god. Nei! Þetta hefur gekkja pönnis en hann er samt góðu hérna. Aðeins halda áfram. Ok, hann er svona að nota spjótið til að reyna að henda honum inn í gildrunum. Ok, hann bara... Oh my god, hvað er að gerast þarna? Já, greinilega eitthvað mega dæmi sem hann er með. Það er hún. Það minnir mig bara á hérna... Ég erum að glemma hvað það heitir. Heyrðu. Ekki alveg punish. Heyrðu, sendum að... Nei! Súper! Það hittir maður! Nei! Oh my god. Og mér sýnist það að vera undir 30, svo að þetta er þó nokkuð mikið damage. Svo sannlega. Þetta er Nei! óeðlilega fair damage Nær þarna. ekki að, hérna... Allt sem að Magic er búinn að passa upp á það að koma bara of seint. Flottur! Ok, Hei. þarna! Já, overheadið. Gekkja, vel gert. Magic kom með round hérna. En Crownless leit út fyrir að vera að stela þessu. Þetta leit alveg frekar mikið út fyrir það. Einmitt. Heyrðu, þú sér bara pressuna. Það er ekki auðvelt að komast úr þessu.
koma, reyna að halda sér smá frá, en þarna komin inn. Já, þannig kemst hann inn. En Magic er að standa sig mjög vel í að halda Crownley spurti. Heyrðu! Það geggja vel gert, hann er ekki að stoppa hann með því. Conversionið, en gott damage. Oh my god. Það var ekki alveg nógu langt þarna. Flott. Sjáum Crownless. Nei, droppar þetta! Magic, nú er tíminn, nú þarf þetta að verja fyrir lífið. Nei, Super. nei! Nei! Oh my god. Er þetta super líka bara, þú veist, hérna, special throw eða? Já, þetta er throw og invincible og bara, Já. það er ekki hægt að hoppa úr því og það er bara allt saman. Geggja. Og þú ert ekki einu sem að gera 720 eins og fyrir flesta í flestum öðrum leikjum. Nei, það þarft þess ekki, en þú fær mikið meira damage. Nú er það, ok, ég hef þá alveg trú á því að hann sé bara að lenda því 720 þá. Já, nei, það er náttúrulega klassískt. Það er þetta klassísk Crownless, sko. Komin inn hérna. Ok, bara spammar þetta sweep. Já, sweep, þetta er bara high-low. Það er grab-low, I guess. Heyrðu, með þetta! Og í báðar! Vel gert hérna. Nei, droppar þetta. Þetta combo limitið komið þarna. Einmitt. Alltaf mikilvægt að hafa það í huga. Wow! Það er svo langt í burtu. En hann getur ennþá bara Oh my ekki God. í kvörubænum, ekki í leifunum. Já! Ok, ég ætla að segja ekki í leifunum að gera super. Lukkulega átti hann ekki metrinn, eða jú, hann átti metrinn fyrir það áðan. Skulum við sjá. Heyrðu, komið 1-1. 1-1. Eins og ég segi, þetta er jafni leikir, sko. Þetta var líka þannig seinast, ég hef alveg trú að þetta verið aftur þannig. Já. Þetta kemur inn í... Heyrðu, hann er... Þetta er góð staða fyrir Crownless, sko. Virkilega góð stað hérna. Sjá live-flítið sem hann er með hérna. Já, einmitt. Magic veit superið. ekki hvað hann að gera. Wow! Gert! Það myndi þetta heldur komfórum gágandi. Það setja smá gildur. Komin aftur í midscreen. Það er betra, sko. Það er skára. Segir og hann lappar í átt að vegnum. Ok, flott hérna. Já, ok, hann er að hoppa Nei, yfir ekki þessu. alveg. Nei! Ekki nóg til að drepa, en hann er á hættu með það að vera tippar út. Heyrðu, hann er komið bakvið! Super, Heyrðu, það er yes! superinn. Þetta er eflust ekki nóg til að drepa, Nei. en... Heyrðu, hann Jafnar getur bara aðeins. bakkað eins mikið hann vill núna. Nei! Oh my god. Þarna kemur að Crownless. Nær eru rondi yfir. Það leit út fyrir að vera comebackið. Wow, hoppar yfir hann. Það er ekki alveg að komboða þegar hann lendir. Það er gert hjá Magic hérna. Hann er satt að standa sér rosalega vel einmitt líka í því að passa sig alveg ágætlega á þessum gildrum. Reyna að vera ekki að lendi þeim allavega viljandi. Einmitt. Wow, þarna kom það. Heyrðu, tóntið. Ó, teleportar hins einn við hann. Það er hinn meginn. Vel gert. Og hann búist við, held ég, command-grabinu þarna. Heyrðu, þú sér þetta, hann er bara endalaust. Nei! Halló! Það er bara invincible fyrir gegnum allt. Gekkja vel gert hjá Crownless líka bara á að lesa út af þessu. Þannig er í vegg, næsta vegg. Ó, fer Teleport aftur hinn yfir. með hann. Það virkar, teleportina virkar rosalega vel fyrir hann. Já, virkilega, það er erfitt að koma í veg fyrir því, sko. Ó nei, rúlið því miður. Jafnir á rounds, jafnir á leikjum. Já, Svo segi, þetta er mjög jafn leikur á milli þess að tekja. það er klassíst. Ok, heyrðu. Þetta er gott. Ó, næra að reakta í þetta skipti. Það er gott. No. Heyrðu, hann er bara að spamma cross-up. Ok, croucha þetta. Hann er alltaf tilbúin að með crouchið líka. Þetta var, nui! Þró hérna. Það er ekki alveg ná. Nui, heyrðu! Næst að verja gegn þessu, vel gert hjá Crownless. En hérna ekki með superið bara til þess að aðeins að sína crowdinu.
Ok, Magic 2-1. Komin á Gott set game. turnaround. Heyrðu, hoppar yfir þetta inn og aftur. Spurning. Það er að reyna að standa sig mjög vel að reyna að halda þessu smá frá eftir að fyrsta leikina sem var mjög mikið að lenda í command grabs. Já, einmitt. En það er líka svo gott, svo þægilegt að vera sónaður með anstæðinginn vegnum. Af því þá getur þau haldið áfram að pressa á eða bara bakka. Já. Það má eiga það, hann er líka mjög góður í því líka bara, þú veist, að vera ekki ómikið en hann fer alveg inn þegar hann þarf þau, sko. Já, En svo þarna, kemur sér inn. Hoppar þetta, ok. Leðir til Crownlands hérna og hann er kominn á set point hérna, hann Magic. Meinar. Það er spurning, nær Crownlands að snúa sig kring? Hann þarf náttúrulega að finna einhverja leið til að annarkvæmt komast inn oftar eða svona koma í veg fyrir því að koma að Magic sleppi. Gott throw break. Oh my Hann grab hérna. Ekki fara á nátt að reyna að grabba þegar þú veist ekki. Hann getur throw. Getur komað einhverja beig. Langt startup á þessu. Nau, geggjað! Það halda áfram. Vel gert. Crownlands búinn að jafna, komið með meira líf hérna. Nei! Ég held að hann var ekki að búast upp með hitt þessu kikið hérna. Ok, nei, nær ekki alveg að... Oh my god. Hann blokkar þetta! Blokkið! Er þetta búið? Nei, hann á ekki nóg mikið metin fyrir súperið. Leila Diva er líka með svo mikið health. Oh my god, hann er bara að chippa hann. Nei! Þetta er ótrúlegt, sko. Crownlands þarf að gera eitthvað. Nei, kemst ekki inn! Að gera neitt! Eitt hitti viðbót. Það kemur á Þarna. Magic. Tekur það 3-1 hérna. Það er mjög vel spilað hjá báðum. Magic spilað. bara næra að sóna hann. Algjörlega, heyri smá klapp hérna í krátinu, heyrði ég. Bara vel spilað á báðum. I suppose it is Næst. that encourages most life forms to seek survival. A worthy topic for research. Frekar heldur en, já. Hörru, þá fyrir við í Losers semifinal. Það er Ironclad endilega. Heyri, við fáum manninn, hérna, Crownlands Chief, á kommentari sjálfur. Þannig að við förum í Losers semi, hér næst. Og það þannig að við fáum svo meira Magic zoning action. Jæja. Hvernig leist ykkur á 1 daga practice? Mér fannst þú bara standaði vel, sko. Jæja. En það er náttúrulega erfitt að móti svona heavy zoner. Jú, nefnilega, málið er ég var alltaf svo hrættur ennlega við hana gildrunnar alltaf. Ég vissi ekki alveg hvernig ég átti að komast í gegnum þær í alvörunni. Einmitt. Ég þurfti eiginlega bara að vona að hann myndi gera eitthvað risky play svo ég gæti superað í hann eða gert lariat eða eitthvað. Ég bara hafði ekki hugmynd hvað ég átti að gera, sko. Já, einmitt. Nei, það er svo tricky af því hún myndi bara halda áfram að bakka sinni í horn Já. og svo ná perfect tilfækli til að teleporta út. Yes, akkurat. Ég náði aldrei að fatta hvenar það myndi teleporta. Nei, einmitt. En? Það er ekkert invincible eða eitthvað. Hún er vulnerable þegar hún byrtist bak við. Ég held að þegar hún, þú veist, kemur aftur, þá er Já. hún vulnerable. En, þú veist, ef þú reaktar ekki nógu hratt, þá farir náðan að detta með normal. Skilji. Ok. Það make sense. Það er mjög tricky, sko. Heyrðu, við höfum hér Ironclad sem er það á Beelzebub. Checka á einu hérna. Já, minnsta mál. Og sá sígilda Cagliostro, býst ég við. Nema allt í einu hafi orðið Narmaya megin. Hvað segir þú hérna? Kannski hefur hann allt í einu orðið Narmaya megin. Það væri dálítið sérstækt, sko. Það væri interesting, það væri mjög interesting. Það er að segja hann til hvað... Nei, alveg, nei, ég ætla að segja. Eða kannski bara græðan. Nei, hann ætlar í alveg að taka græðan. Nei! Ok, áhugavert. Heyrðu, skemmtilegt. Þetta verður þá dálítið svona... Herra Basic Boy. Bara spegill við leikinn sem... Já, Ironclad einmitt, tók síðast. Cheetah leikinn á hann akkurat. Já.
Ég sá hann successið þitt og ákvað bara, heiði, ég skal bara Já, taka einmitt. counterpartið og vinna þetta. Það er ekki bara það easy. Velja bara main karakterinn. Svo sem. Skulum við sjá. Nei, ég hef séð endalýst af einhverjum klippum af þessum Gran karakter. Já. Hann fær bara Heaven and Earth frá hits. Bara svona, hvað sem Var hann bufft eitthvað í þessu patchi eða? Já, hann var að síðasta Já. patch, stóra. Ok. Heyrjum, skulum við sjá. Já, ég held að ég leifa bara cutscene að spila. Introið. Það er allt í lagi fyrsta skiptið, sko. Já. Það er bara skemmtilegt. Líka cool í þessu leik því að það er unique báðu megin. Já, Mér finnst það ótrúlega cool hjá þessum leik. Já. Það er mikið af svona litlum dítailum sem Einmitt. þessi leikur gerir. Heyrjum, skulum við sjá. Hvað er það? Instant dive kick? Það er ekki Nei, ok, það er bara beint í prestaleið, draga hann af. Ég held að Magic veit ekki að þetta er blues. Ó, já, Reynilega veit hann það núna. Nú, nice cross up, kom með hann inn. Ok, ég held að það myndi koma hann í hodni. Það kom með hann í hodni þetta. Nei, 1 TP. Wow, vel gert, vel dodgað hann inn. No. Ok. Það er dive kickið, gamla góða. Spot dodgeð. Ekki gott. Þetta var big damage. Já, það er sannarlega. Wow. Þetta er svo svakalega. Nær þetta líka cross up, það klikkað. Þetta er báða megin. Nei. Þessi gaf þetta vandamál. Ok. Þá náðu allan Ironclad fyrsta roundinu. Sáum hvernig hann adjustar hérna. Ok, það er overheadinu. Næran þar, ekkert conversion. Heiðu, 1 reversal. Vel dodgað inn. Já. Ég aldrei fór að þessu sko sjálfur. Áhugavert að Ironclad skulle vera meira defensive núna. Einmitt. Ok. Eru nær ekki punish á þessu? Nei. Það átti þetta að vera. Ok. Nice, kom með hann í hotnið. Hvað ætla hann að gera núna? Það er bara, já. Jump in. Nei! Guð, í alvöru! Býtu, hefði hann getað komboað mig? Guð minn almáttugur. Þetta eru buffinu, sko. Guð. Nær ekki punishið. Ok. Hérna kemur hann. Já, hefðu DP-ið náð honum! Hell yeah, alright, go Magic. Býttu. Vel gert hjá Ironclad þarna, verja superið þarna. Það var bara einn leikur komin inn á Ironclad. Hvernig byrjar hann þetta? Ok. Það er mjög patient eitthvað hann í byrjun. Svo, heyrðu, hann teleport. Klassist teleportur á. Nei, teleport aftur, komum við hann bak við hann. Dregur hann að fyrir punish á whip normalinu. Nei, sko. Komin aftur að honum. Maður bara sleppur ekki, sko. Þú full screen, þá er hann plus og hann er í burtu frá þér. Ef hann er upp að þér, þá er hann alveg plus og dregur þig að. Býtu, hvað? Þetta er ekki punish. Það er svo seint. Kannski þetta verið í startupinu ennþá. Ok, flott. Nei! Mjög vel gert hjá Ironclad. Einmitt. Ok. Því miður. Þetta 6XL. Klassist, hann nota brave counter til að... Já, ok. Hann er ekki alveg... Nei! Ok, ég nýtti honum af sér. Wow. Ok, nice, en hann fekk ekkert punish. Það er samt mítur farinn frá Ironclad. Já, að minnstakosti. Þannig er hann bara komið í vortexi aftur og aftur. Hann
mun ekki bara leyfa þér, hann mun ekkert leyfa þér að sleppa. Nei, svo sannlega ekki. Það er spurning hvort Magic nær að, hann hefur ákveðið bara. Já, hann ætla bara að fara alla leiðina með Gran. Ekkert að skipta aftur yfir í það sem hann sigraði mig með. Spurning hvort hann nær að fatta hvernig á að vinna hann Björnsfrá, hans stæn. Aðeins og snemma að spotta Jana því miður. Já, Þetta er aldrei leiðilegt því þetta er late timing, sko. Nei! Ég held ekki að þetta myndi drepa! Privilege þess. Hell, sko. God damn. Já. svona aftur. Þetta dive kick er ótrúlega auðvitað. Ég veit enga hvað ég á að gera eftir því, en ég veit að þegar hann gerir þetta dive kick, þá reyni ég að spotta dodgea það, sko, til að fá eitthvað. Það er bara, er svo erfitt að vita, sérstaklega hvenær hann ætlar að gera það og hvenær ekki. Hann nær ekki safe jumpinu. Nei! Ok, DP sjálf. Þetta var bara... Þetta var Leikar, mjög þetta er fljótt. settið. Þetta er settið búið. Vá. Þá bara heldur Ironclad áfram. Já, vel spilað, segi ég bara. Já, algjörlega, algjörlega. Herri, við færum okkur í... hvað? Winner final? Já, það ekki, þú og Ingi? Jú, ég held það. Herri, ég segi bara takk fyrir mig. Yes. Sjáum þá til hvað... Þetta verður spennandi samt. Það verður gaman að sjá hvernig honum Agli mun að ganga, sko. Þú eða? Já, ég. Nú er spurningin mín bara, ætlar hann á Katalína eða ætlar hann á Gita eftir? Það er spurning. Ég meina, ég sá hann spila við mig líka, hvað heitir hún? Víra. Ó, notaði hann Víra á móti þér? Já, þannig að það er spurning hvort hann líka mögulega að taka hana. Það getur verið hvað sem er sem að getur verið hérna, hvað? Þú voru bara að hækka í heimtólum. En já, það var bara smá tæknilega öruleikar, allavega. Já, nei, hvað segirðu? Hann var að... Hann var að Víra? Hann tók Víra við mig allavega, en ég meina, þú veist, hann er að standa sig rosalega vel líka. Þú veist, Katalína, hann er mjög góður á henni. Gita áðan stóð sér rosalega vel gegn einmitt Bills, Já, þú veist. það gæti verið að það sé bara counterpick karakterinn, sko. Það gæti verið, sko. Ég meina, hann er líka með, hann á maður eiga það, hann er alltaf viss með það, þú veist, hann er alltaf veit alltaf hvað persóna það er. Þú veist, hann er alltaf með bara svona, ok, núna er counterplayið það er þessi hérna persóna. Já. Akkurat. En við erum náttúrulega, þú veist, það er náttúrulega aldrei að vita hvað hann getur valið sér. Hann velur sér náttúrulega bara, þú veist, hann er líka alltaf tilbúin að breyta til ef að skekkinn að standa upp á því að hann þurfa að færa, þú veist, núna allt í einu verið þessi er ekki að virka. Ég færi mig eitthvað annað. Akkurat. Ég nefnilega var einmitt áður fyrir með þalni strategy, sko, þegar ég spila þennan leik aðeins meira. Já. Þá skipti ég eitthvað yfir í nokkra karaktera, en ég hef ekkert verið að spila nógu mikið, sko, svo ég ætlaði bara að sjá hversu langt Ladíva myndi taka mig, sko. Já, ég meina, þú veist, ég kann ekkert án leik, sko, ég veit ekkert hvernig ég lendi í topp 8, sko. Nei, það er klikkað, sko, það er insane, sko. Og líka, ég vann leik. Bara það gótið, sko. Já, ég vann leik í topp 8 líka alltaf, sko, það kom mér alveg ennþá meira óvart, sko. En ég held að það var örugglega þá, ég var búinn að fríka hann svo mikið út með því að standa upp og setjast aftur niður, sko. Það var verið það, sko, sem hann hefur verið bara, fuck maður, hvað á ég að gera? En hann stóð svo rosalega vel, kominn í loser final, Magic. Já, og þannig að núna sjáum við hvern hann er að fara að lenda á móti. Er það að fara að vera Egill? Nei, hérna... Það er Ironclad. Ironclad, já. Hann komst akkurat í... Sorry, afsakið, ég ætlaði að meina það. Já. Hann akkurat, Ironclad er kominn. Ég glemdi í seinasta leik, sko, ég blakkaði hann út, sko. Já, blakkaði hann út. Út af því ég var að sjá alltaf aðra hluti, sko. Þá allt í einu bara, núna þegar ég komin í tæknimálinn þá bara gleymi ég algjörlega svona seinastu mínútu, sko. Akkurat. En Egill aðeins stökk frá, hann verður vonandi komin bráðlega, annars þarf ég að DQ hann, sko. Já, DQ, winner finals. Sorry maður, ég meina, þú veist,
Sorry maður, ég veit þú er 10 en ég menna, þú veist, þú verður að 5 mínútur call er á alla, sko. Það er ekki bara á hérna, minni menn en okkur, sko. Nei, 10 þurfa líka að fylgja því, sko. það er nefnilega málið, sko. Þannig Gott við- að fylgja þessum reglum. Já. Nei, hann kemur undir smá, það er kannski eina. Það er einmitt við í Next Level Gaming, þarna mjög fínt að vera hér. Já, Mér finnst alveg rosalega já, ánægð með elskan þetta á líka bara, stað, þú veist, sko. hvernig lýsingin er og hvernig, þú veist, allt lúkkar, allar tölvurnar virka alveg bara mjög vel. Já, Ég held einmitt, sko, við munum kannski færa myndavélina eða eitthvað eftir eða eitthvað sína bara fólki hvernig þetta lítur út, sko. Þannig að Já, fyrir fólk sem er veistu, spennt það að er mæta á sniðugt. morgun, það er sniðugt. fólk sem er spennt að mæta á morgun, sko. En ég er alltaf mjög ánægð með hvernig þetta er. Nú Já, má þetta er Egill- gengið mjög vel hingað til bara. Já, Bara, ég- bara smá tafir út af því að, þú veist, mót á milli. Já, hvenær áttu þetta mót enda? Já, Já, við erum 20 mínútur, við Já. erum on time, sko. Við erum on time, sko. Já, Þetta þetta er ekki það margir leikir. Nei, akkurat. Þetta er ekki það Þannig að margir leikir. við erum ennþá on time. Ég held nefnilega á þann, sko, þegar ég var eitthvað, við erum nú þegar dottnir út úr planið, sko. En þá held ég að ég hafi greinlega haft rangt fyrir mig, sko. Já, En, já, nei, ég er bara ánægður með það. Á morgun, ég veit ekki hvort það sé að þetta henda þig kannski upp á streymið. Að henda schedule-unu. já. Við náum að setja það. Ég meni, ég þarf eflaust, vonandi ekki, ef þú ferði í, ok, nú er ég ætla aðeins að stökka frá. Mjútaði mig. Í smá stund. Settu á annað, ekki setja þetta fyrir skjá. Settu bara á hérna brakketið eða eitthvað. Líka. Unmutaði. Sko, galdrarnir eru einmitt að standa upp og byrja síðan að gera eitthvað allt annað, sko. Og hérna hendum við bracketinu hérna. Nei, hérna á morgun. Þetta er schedulið á morgun einmitt, sko. Þannig að ég er mjög spenntur að sjá hvernig þetta fer. Byrjar Super Smash Bros. Ultimate Round Robin hérna klukkan 11 á morgni. Menn vera mættir ferskir hérna, eldsnemma að taka nokkur Round Robin. Og síðan eftir því, þegar það er komið þá byrja Street Fighter 6 pools frá 1 til 2. Það eru 2, við erum með held ég 17 eða 18 skráðir í þann leik. Þannig að þetta mun vonandi ganga ágætlega vel. Já. Við erum náttúrulega með ótrúlega margar tölvur. Ég held að við erum með 14 tölvur bara fyrir okkur, það er bara aðgangar. Já, við þurfum eiginlega bara aðgangana. Það er nefnilega málið, það er bara það fólk að skrá sig inn á tölvunar og... Já, það er eiginlega eina og við erum mjög ánægð með það þegar fólk er mjög spennt fyrir því að henda upp hérna einmitt, leyfa okkur að fara inn á Steam aðgangina fyrir það. Síðan eftir því klukkan 2 þá byrjar pools fyrir Guilty Gear og Tekken 8. Og Tekken 8, já, Street Fighter 6 og Tekken 8 pools, það verða einhverjir leikir í pools þar sem verða upp á streymi. Þannig að við munum reyna að taka svona einhverja leiki, bara öðru hverju. Við vitum ekki alveg með kommentari eða neitt þannig, við munum skoða þetta. Já. En það verður allavega hægt að fylgjast með, þannig að ef þið hafið áhuga á því að kíkja bara á þetta, sjá hverjir eru að keppa eða eitthvað þannig, þið getið senda mömmu eitthvað bara, mamma, ég er live á Twitch, maður. Þannig að þið getið kíkt á það eitthvað. Síðan heldur áfram pools með Guilty Gear Strive hérna klukkan 3 til 4. Þar er einmitt mikið, sko. Þar eru alveg 12 tölvur sem við verðum að vera. Það eru hérna 3 pools í gangi á sama tíma. Eftir að það er búið, þá byrjar Rivals of Aether, eða Ether. Já, Whatever. já. Já, ég er að segja það er Aether. Það er allir aðrir hérna Ether, ég veit ekki hvað þeir eru að tala. Það er ekki hvernig maður segir þetta orð. En hérna, þá byrjar það allavega pools. Við vitum ekki alveg, við erum ennþá að vinna í því að reyna að koma því á streymi á YouTube-ið mitt. Og síðan er hérna Top 8 af Tekken byrjað þá mitt og það er mjög spennandi. Ég er mjög spenntur að sjá hvernig það verður. Verður þarna einmitt skráðið 3 tíma, vonum að það taki ekki lengra en það. Og eftir því, aftur Street Fighter 6 kemur eftir því, aftur Top 8. Og meðan það verður á YouTube, verður Top 32 Smash Bros. Ultimate. Þannig ef þið hafið áhuga á Smash Bros. Þá verður það eflaust á YouTube-inu allavega. Þannig að þið getið kíkt á það á YouTube @FGC Iceland og ítið líka á subscribe takkan og allt það, you know the drill. Þegar við séum að hettinga YouTube-unum, tala endurist, það er bara eitthvað smash the bell icon. Herru, strákar, ég held að sé að fara að byrja leikurinn. Herru, loksins fyrir þetta að byrja. Tjókum við hérna, já, bracketið hérna, allavega þetta er þannig. Þannig að ég er mjög spenntur fyrir morgundeginum, aðeins að renna yfir schedule svo að fólk sé alveg á hreinu hvernig það virkar. Akkurat. Og líka annað á morgun endilega kíkið við og fáið nafnspjöld ef þið eru þarna heima að horfa.
Þið getið komið og fengið nafnspjöld sem eru merkt og þá fáið að vita líka í hvaða bracketið þið eruð og svona memento eða svona memorabilia það bara. Já, ég keppti þarna á þessu móti þannig að endilega kíkið við. Þetta er mjög flott sko, mjög vel gert sko. Eða það ekki? Já, takk. Líka Þú ert að tala við rétta mannin fyrir það að segja þetta sko. Ég er náttúrulega föndrað þetta sko. En ég prentaði þetta ekki, þannig að við skulum háskóla prent má eiga það allavega. En hérna er að gera tilbúin. Heyrðu, hvað er að gera? Þannig að verða sér allt aðra persónu hér. Þeir náttúrulega... Áhugavert. Núna er hugsunin það... Já, þetta er ekki eins og í huga. Hann er að leifa honum að velja lag líka meira sér, það er fallegt á honum hérna. Það er mjög fallegt. Núna er spurning sko, hvaða lag verður fyrir valinu sko? Order of the New World, hvað er það lag? Það er spurning. Er það heavy rock dæmi eða eitthvað? Ef það er bass boost allavega, þá er það drullu gott sko. Það er nefnilega, ég verð að segja, hátalinn sem við erum með hérna á svæðinu, bass boost er rosalegt. Já, það er svakalegt þarna þegar að rísa explosion í Beyonce kom á hann. Maður fann fyrir Superman sko. Já, þetta var bara líka hérna að bass boost takkin sé á sko. Takk. Ok, þá var það Ingi og Egill loksins komnir í matchið. Byrja frekar vel fyrir Egil hérna. Kom með first hit. Ekki að vel gert hérna. Ok. Svo þetta reyna náttúrulega núna er sko pælingir að reyna að halda frá sér með þetta flott. Ég held að þetta sé settar upp köttin, því miður missir hann. Ég held að þetta sé líka eina fáu persónu sem ég hef keppt online. Ef ég spila hann leik mikið. Já. En ég held ég að spila eitthvað svona 10 leiki með einhverja mannsku sem var að spila þessum NEI, Superinn! Hittir það? Hann ítti svo sannlega að taka þarna. Nice, hvað gerir þetta mikið? Þetta er þó nokkuð mikið. Ég sá ekki alveg hversu marga... Nei, hann á samt... Ok, hann er allan ekki döður. En hann er döður! Nei! Þarna... Ég held að myndi að lenda. Ég held út af counterið að hann myndi lenda í kísunni niðri, sko. Það væri geggjað. Það hefði verið awesome að sjá, sko. Vel gert hjá Egil allavega hérna. Það er að koma fyrsta leik á. Ok. Kötturinn mitt flýgur þarna áfram. Hann er bara að halda honum í burtu. Þetta er gott strategy. Wow, ok. Gott zoning. Bara heldur honum í mid-rangeinu. Já, svona long mid-rangeinu. Oh my god, hann er ekki að fá að gera neitt. Hann situr hann bara í hotninu. Hann er bara að halda honum í hotninu. Nei, dróðan að sér og aftur er komin í hotninu. Ítt hann í frá og perfect! Ok, wow! Fyrsta leik hérna. Egil tekur fyrsta leikinn alveg bara dominating þarna í seinna randinu. Virkilega sterkur hérna. Heyrðu. Nei, það gæti verið. Er það málið? Var hann ekki með technical input, voruð báðir ekki með technical inputin á? Þegar það sem vita ekki að technical inputin því að, að gera svona áttir með tökkunum, frekar en að bara íta á skilltakan. Já, þú ert að meina að þú þarft að gera kortusörkur á Já. það? Já, ok, ég held í smá, því ég var að íta alltaf á áttirnar og skilltakan, ég var bara ekki að, síðan byrjaði ég að pæla, það er ekki séns að geta ítt bara á skilltakan og það veit bara hvað þú vilt fá, sko, þú þarft alltaf að íta í áttir auðvitað. Já, nei, það er sem sagt að þú annarkvort á, ef þú ert með þetta af, þá þarf það að gera bara fram eða niður eða íta á engan takkan ef hann bara skill. En ef þú ert með technical input á, þá getur þú gert hálfa, korter hring fram eða... Já. En núna er spurning hvort þetta hafi ekki verið akkurat það sem var að. Ingi Þór er alltaf að standa sér rosalega vel hérna í byrjun. Já, sjáum til. Hann er núna allan að byrja offensive sitt eitthvað. Já, þetta er allt annað leikur. Nú er að sjá, sko. Núna nær hann allavega að gera hluti. Vel gert samt þegar Egil hérna. Kemur hann samt í burtu. Nei! Náðum með lónum. Okay, þetta er bara chip central hérna, held ég. Nei, heyrðu, halló! Balsum bara. Ok, gott, flott hjá honum. Ekki þú tekur fyrsta round hérna. Ég lenti satt líka í þessu á mínum leik áðan, sko. Ég var með allt aðra takka, sko. Já, meinar. Engin takki hafi verið á réttum stað, sko. Fyrsta roundinu mínu gegn Magic, sko. Ég er alltaf svo að passa mig að fara í button settings áður en ég byrja að spila, sko. Já. Akkurat hrættu við að eitthvað svona gerist. Núna byrja kombóin. Ég held að þetta var málið, sko. Nú sé ég svo sannarlega Ingi Þóri er að standa sig miklu betur hérna núna.
Ég hafði ekki hugmynd að hann gerir svona mikið af technical inputunum. Ok. Nau. Dive kickið hérna. Leikur 2 á Hey, Ingi Þór. Ingi. 1-1. Það var bara það, hann þurfti kontrollin sinni baki. Greinilega, maður þarf að hafa takkana sína sko. Ég hef margóft sagt þetta. Maður þarf að hafa takkana sína. Og þetta er svo tricky, hann getur akkurat delaya timingi á divekickinu, þannig að það er erfitt að spotta á það. Ó, guð. Freka klikka samt að koma hann með í vegginn þarna með svipinu sko. Mhm. Þarna akkurat aftur. Þetta er svo gott eitthvað, wow. Geggjað. Nú byrja kombo. Ok, hvað fær hann út af þessu? Fínt damage Ó, hérna. og hann fær líka setup. Nei, já, hann slapp út af setupinu. Höldum áfram. Þetta er akkurat það sem gerist í hausnum mínu þegar að ég sé teleport frá einhverjum í leik. Ég bara, Já, nei, ég skilði þið sko. Hörru, super. Var þetta planað? ó, Jú, bíddu, nei, ó. já, þessi super, ég veit hvaða super þetta er. Já, Nú náum við ok. þetta sigur minn. Ó, er þetta nóg? Ekki nóg til að drepa. Alveg. Oh my god, hvað gerir þið mikið damage? Ó, Gott nice spot spot dodge, ó, nice spot dodge aftur. Nei! Er þetta nóg? Og spot, Oh my nice. god, hann er með þetta. Perfect. Woo! Og náði, já, Það var klikkað. Egil tekur fyrsta round hérna í leik 3. Það var insane. Ef að Ingi hefði náð samt, þú veist, comebackinn hérna, hann með enga demanta þarna uppi. Demantan er því að þú tekur meira og meira damage. Akkurat. Bara, það hefði verið klikkað að hann náði. Það er svona, þeir eru báðir bara á einum demant, svo all damage er big damage. Nice. Gott næri hérna fá, nei. Jú, ok. Flottur. Oh my god, hann stoppaði hana. Ég vissi ekki að Kissi geti gert það. Cool. Ég held að hann var ekki aktiv fyrir hann var að koma niður. Núna er báðir með engan demant hérna Nei, og bara kikkið. round 2 hérna fyrir á Inga Þór. Let him know, sko. Núna eru þeir jafnir hérna, hvað er að frétta hér? Já, það er sem sagt, oft í þriðja raundi í borðunum þá var alltaf transition. Ég skilði. Og í þetta sinn var það Já. stór sexy kona. Yes, það er það fyrir Já, þetta já, stage. ég einmitt. skil, ok. DLC líka, sko. Svo, Já, er þetta DLC? Já, það meika sense sko. Þeir eru einhvern veginn verið að selja þessum upp sko. Þetta var í DLC. Ég man ekki hvort það var bara í upprunaleiknum eða hvort það var í þessum. En jú, þetta var þetta nýjum uppunum á einum tímpunkti. Þetta er hérna kemur áfram. Ok, flott spot dodge. Hann er mjög góður í að spot dodge þessi projectile sjá honum. Hann má eiga það algjörlega hérna, hann er ekki alveg að koma sér upp í 100 en hann er mjög nálægt því að fá með superið. Hann vil kannski nýta sér það rétt bráðlega. Wow! Oh my god! Hann fekk punish með þessa! Super. Koma hún superinn út. Nei! Hann er að punisha því, finnst mér klikkað. Oh my god, ég trú ekki að hann bara... Og þannig er það leikur 3. Hérna er það. Það er ekki þessi kostaðan leikinn, en þetta var mjög djarft hjá honum. Já, algjörlega. Mjög djarft hjá honum að ráðast á hann í miðju superi. Ég hef alltaf hrættur, sko. Ok. Já. Þetta er alveg svakalega gott reversal hjá honum. Akkurat. Hitti báðu megin, hitti líka eitthvað sem er lengst í burtu frá honum. Gott, ok. Bara, no, you get back there. Já, bara berjast það hver á verið vegnum. Þetta var rosalega sterkt round þarna hjá Inga. Oh my god. Þetta er nú flott. Gera sínan sé ekki átt, sko. Nei, algjörlega ekki. Ok. Wow, hvað þetta eru stóri takkar, sko. Þessi svipa. Lóin hérna komin í vegginn. Nice. Kemur hann í burtu. Ok. Ó. Hitt hann úr því. Flott. Spurning hvort hann hafi verið aðeins og seitt með það, þess vegna hafi hann lent í... Nei! Byrju. Hvað fara hann hérna? Ekki að hann er að reyna að grípa hann. Hann langaði svo mikið hann í vegginn. Bara dodgeði í gegnum allt. Bítu. Já. Þetta er mjög aktiv en hann getur eitthvað pannu sem er þróið þarna. Flottur hérna, kemur áfram. Er þetta nóg? Yes, og sannarlega nóg hérna. Nice. Hann er komin á set point hérna. Þannig að sum akkurat þarna jumping lights eru bara super duper aktiv í þessu leik. Þau eru bara, þú veist, þú ítir á hann upp í loftinu og það bara, þú ert allan tíman á leiðinni niður með þetta aktiv. Ok.
Vá. Hann er með spott á sér alveg á hreinu, sko. Alveg klikka, sko. Gott throw break. Ok, flott. Náður counter hitti hana. Þetta nær svo langt. Býtu! Ok, hann er ítunum af. Superið komið út, en hann er Ok, mögulega ætlar hann að að punisha? punisha. Nei, heyrðu, spott á sér! Hvað er að gera með þessi spott á sér manninu, maður? Guð! Þetta er ekki læg, Hann er hann insane. döður? Nei, hann er ekki döður. Nei, hann er á lífi. Hann er ekki á lífi Þarna er lengur! það búið. Og Ok. Egil heldur áfram í Grand Finals winner's side. Shit, þetta var klikkað, maður. Hvað er að gerast með spott á sér hjá þessu manni? Þetta var klikka, Við vorum rétt á hann hérna að hrósa hvort það var Magic eða eitthvað fyrir að vera með góð spott á sér Já. og síðan er hann sjálfur bara hérna Egill að standa sér þvílíkt vel hérna. Alveg ótrúlegur. Hefur, fáum að sjá hérna bracketið vondi. Fáum hérna að sjá mennina. En næsti leikur, Loser Final, það er þá Ingi Þór Ingi aftur. og Ironclad. Já. Nú þarf hann að berjast aftur upp, komast í loser side Grand Finals. Akkurat. Fyrir sjens til að resetta bracketið og vonandi taka Egil. Ég meina Egill var að spila rosalega sterkt þarna. Ég er alveg spenntur að sjá hvernig, ég ætla augnablik. Ég ætla aðeins að stökkva frá. Mjútaði mic 2 fyrir mig. Já. Þannig er hann, við sjáum hann á myndavélni, hann er alveg, þú veist, bara battle ready, sko. Hann er alveg með footworkið. tilbúin að vonandi taka leiki núna inn á móti Ironclad. Gæti það verið að þetta verði Beelzebub Mirror Match. Það væri nú helvítið spennandi. Ég veit ekki. Kveikja upp mic 2. Fæ hérna sigurvegarinn á síðasta matchi hérna aftur á commentary. Ég mættur aftur. Já, svo sannarlega. Það var líka travesti, sko, bara að sjá þau þarna endalaust þeirra bara pókan í hóndinu og gæti ekki neitt að svo var perfect. Það var rugglað. Já. Það er málið, sko. Það er upp á playerunum sjálfum að button checka áður en þeir fara í matchi, sko. Það er bara þannig. Þetta er þinn eigin ábyrgð. Já. Já, þannig að það er ekkert sem ég gæti óvart inputað þegar hann er að reyna að verja sig. Ég skil það vel, sko. Hann alltaf með sérfþarfina þessi kall. Á öllum mótum. Alltaf breyta litlu. Það er inputileg hérna á Guilty Gear Strive. Það er bara hvernig það er, sko. Það er bara hvernig það er. Já, er það ekki? Herðu, það verður nú mjög spennandi. Bara að sjá hversu dumb þessi nýju buffs á þessu karakter er að fara að virka í mirror matchinu. Hvað verður broken? Ó. Ég sagði að kveikja á mækinum. Jæja, það kom í ljós að ég var muted allan tíman. Jæja. En þá var ég bara með einhliða conversation, örgulega mjög interesting. Örgulega áhugavert að heyra mig tala bara við einhver draug. En nei, allavega. Þú vilt kannski mögulega meðan við erum að bíða ennþá, tala aftur já, bara hérna. Var eitthvað vesen þarna á technical inputunum? Já, það var þá slökkt á motion inputs hjá okkur báðum. Og ekki bara slökkt í svona fyrsta settingið, heldur líka fyrir hvern einasta individual input. Hann var þar að kveikja á svona allt aftur í settings. Einmitt. Og við greinlega glemdum því. En já, og svo líka hef ég ekki spilað ferry heldur á mótunum í bracket. Já. Þannig að hann var greinlega ekki að búast við því. Nei.
Já, þetta var fyrst skipti. Mér fannst það akkurat mjög áhugaverð choice því ég hefði ekkert séð spila hana neitt. Nei, ég svona mér finnst það mjög cool. Mér finnst gaman að leika með raðinni og svoleiðis. Já. Þannig ég ákvað bara að prófa þetta skipti. Hann Já. er mjög defensive karakter Nefnilega, Dalsim Ingi Legends. er rosalega offensive í playstyle, sérstaklega með Beelzebub. Einmitt. Þannig að bara að virka þeim, greinilega. Við sjáum til hvernig það fer síðan þegar þið mögulega berjast aftur, en fyrst þurfum við að sjá hvort að Ironclad muni taka þetta eða hvort það sé hann Ingi. Í mirrormatchinu auðvitað, já. Hvað er það? Ironclad á rauða þá? Já, það hlýtur að vera. Ég ætla að gíska það, þessu réttu megin. Já, maður getur, það er svo þægilegt í hann leik að maður getur stilt hvaða meinin maður vil vera. Einmitt. Það er Akkurat ekki alltaf eins og hægt. eins og í Strive líka þannig, það er ekki, Já, einmitt. þetta er eins og ekki hægt í hérna Street Fighter Collectionu sem við völdum hana Nei. áðan. Ok, heyrðu, fáum mirror match lagi líka. Já, Þetta er greinilega button check. ok, button check, flott. Nefn að þeir byrja bara á einhverju crazy teabaggi í fyrsta round. Já. Nei, þú verður að testa teabaggi sko, þú verður að vita hversu vel það virkar. Einmitt. Er eitthvað input-delay á teabagginu mínu? Já. Allt er lægi. Herðu, Já, einmitt. Já, meikar kannski sens að hann vill taka input button check núna eftir síðasta leik. Það sem þetta já, virkaði ekki hjá honum. eftir að tappa fyrsta matchina að náta því. Ég skil það vel. Allt er lægi kallmenn, viljið þið ekki halda áfram núna? Já, Eru þið ekki alveg örugglega búin að testa allt ef þið eru að masja saman reversalið? já, ég held að þeir eru að byggja meter fyrir þetta eitthvað svoleiðis. Já, allt er lægi. Ok. Já, heyru, kannski fer ég bara að aðstofa þeim með þetta. Ég held ég veit hvað er að. Ok, kíkjum Kem á. eftir 1 sekúndu. Sjáum til hvað það er. Er eitthvað vesen á button layout dótinu? Ég ætla hérna að kíkja inn á þetta fyrir þá. Það er mjög gott að sjá fólk taka hérna með sér akkurat hydration, eitthvað til að drekka inn á milli. Það er getur verið mjög gott fyrir mann. Það vil ekki vera að deyja úr þorsta hérna meðan maður er að spila á stage sko. Ok. Er þá búið að stilla alveg allt? Gáum að þessu, það eru líklega, já, líklega menn sáttir. Já, einmitt, kannski er það betra. Jæja, þá kemur, hvað alvöru matchið? Vonandi. Já, ég man eftir þarna á eitt af mótunum akkur þarna í ár. Var það ekki í ár, eða? Jú. Já. Finnum út hvort að Ironclad sé núna með counterplayið fyrir mirrorið. Hversu seint er maður að gera það? Það er spurning. Nice, ok. Þetta er svolítið disgusting, sko. Ok. Flott. Nei, teleportið. Það gerir alltaf svo crazy cool looking play, sko.
Því að hann bara tekur riskinn, sko, á einhverju sem hann dettur í hug. Nice! Hvað er þetta? Býttu nú við. Ég held ég var að búast við spot dodge. Nei, það er nefnilega rétt. Það er svona mjög gott finnst mér einmitt að vita akkurat hvað getur sigraði í þessu leik, sko. Wow! Þannig að fyrst eftir þessu aftur. Vel gert. Gott spot dodge. Dregur hann inn. Þetta er svo rugglað. Nei! Býtu! Hvað gerist? Wow! Hann nær actually að blokka. Það er spurning, sko. Ekki var hann að meina að inputa super í þess að var hann búast í teleportin að cross upp eða? Nei, einmitt. Hversu fljótt er þetta að recover hann? Það er alveg ruglað teleport. Ok. Gott volcom, holy shit. Kablamo. Nei! Right back at you, buddy. Nei! Nice throw. Og shimmy-ar hann. Ok, flott, ítt honum af. Ok, hann stoppaði það, flott. Ég veit aldrei hann sé að draga það að sér. Enda catcha með lóðunum virkaði ekki, hann er að verja mjög vel þangað til þarna. Komur með stórt wall combo hérna. Nei! Guð, hann getur fengið eitthvað big hérna. Herðu, þetta er farið að líta út eins og hann sé að fara sömu átt og síðast þannig að hann sé að fara að vinna þetta. En Ironclad, hann er ekki out ennþá, hann getur gert comebackið. Það er sagt mjög greinilegt að Ingi er experienced í mirrorinu. Spot dodger allar réttu hlutina nema kannski superinn. Já, heldur að það sé meira málið. Það sem virkar hjá honum. Já. Getur ekki faultað ef það er að virka. Nei. Nice, ok. Býttu! Oh my Getur god. hann... nei, hann var gripinn um mig. Nei, býttu. Wow, ok. Fær hann þetta á counterið? Það er ekki... Guð. Og þetta er set point. Þetta er að líta illa út fyrir Ironclad. Hann getur ennþá samt komið sér út úr þessu. Sjáum hvort hann finnur leiðina. Oh my god. Ekki einu svona ótrúlega reversalið getur bjargaði frá þessum maður. Býttu! Það er genius. Ok, blokkar þetta. hvað fær hann hérna? Er þetta death eða? Nei, það er ekki. Er það? Nei, ok, hann drepar ekki alveg. Ekki alveg. Og... Heyrðu, Býttu. Hann var að blokka! Guð, hvað? Þarna er það lítið poke. Eitt lítið low. Ok. Nær Ironclad og núna er Ingi Þór kominn í Loser Side Grand Finals til að berjast á móti þér. Já. Heyrðu. Það er rematchið. Þá bara sé ég þá eftir.
fáum við hérna Arnór hérna á kommentari aftur. Mættir enn og ný, þið verðið að lækka í mér. Já, Ég verð að halda míkrofónum svona frá mér til þess að, þú veist, það virki ekki. En hérna sjáum við stöðuna eins og er. Hérna er bracketið rosalega vel spilað bara hjá öllum. Einmitt. Og bara ótrúlega ánægð með hérna mætinguna. Ég er að taka eftir það er mjög mikið að 3-0 í þessu bracketi maður. Allavega ekki ég skal taka það. Ég náði leik þó ég tapaði. Já. Ég náði einu leik sko. Ég var 3-0 að eitt skipti og svo tapaði ég. Þú komst líka aðeins lengur en ég. Já. Þannig að ég skal gefa þér það. Nei, við hérna bara mjög ánægð með hvernig þetta er. Herru, eru þið til að lækka örlítið í mér, strákar? Svo ég geti verið með mækinn nær mér. Nei, ok. En núna er það komið Grand Final í Grand Blue Fantasy vs Rising. Ég gleymi alltaf í hvaða röð þetta kemur sko. Fantasy gleymi ég alltaf hvað er staðsett í þessu orði. En hérna Grand Finalið, fyrsti leikurinn sem við erum að streyma hérna á svæðinu. Bara geggjað búið að vera hérna. Ég er svo spenntur fyrir morgundeginum og svo stressaður fyrir morgundeginum. Þannig að það er spurning hvernig við þetta mun enda. Og mjög mikið clutch plays, mjög mikið flottu spot dodgeum, bara indislegt sko að sjá hérna playera greinilega búin að spila leikinn alveg þó nokkuð. Algjörlega. Og ég held að það sem er líka máli er að hérna, þessi leikur er svona, þú veist, þetta er svona hliðarleikur hjá okkur, en það eru svo margir sem þetta er bara svona einna aðaleikjunum þeirra, eða þú veist, þetta er svona eiginlega uppáhaldsleikurinn. Þetta er rosa líka svona auðvelt að detta inn í hann, því ég held að, þú veist, þú ert með one button super, þú ert með bara svona, þú veist, ágætt svona auto-combo kerfi eiginlega. Einmitt. Og þú veist, þetta er bara, þó að sé sumir hluti sem ég horfa á og bara hvað í fokkan er ég að gera en þú veist, það er samt sem að það er rosalega mikið áhugaverðum hluti sem þú getur gert í þessu. Þetta er mjög simple, mjög auðvelt að komast inn í þeir eru víst að gera ennþá meira simple styles til þess að geta spila leikinn setna meir. Geggjað. Það var bara svo að þú veist, fólk sem að þekkir mobile leikinn eða PC leikinn, browser leikinn, hvað sem þetta var. Þeir geta allan að auðveldlega hoppað inn í þetta hvenær sem þeir vilja. Gekkja, ég get ekki betur að Dynamic Mode úr Street Fighter 6 kom í þennan leik. Það er actually. Já, er það ekki? Já, það er eitthvað smart mótið eitthvað. Það væri fyndið að vera bara, heyrðu, Dynamic Mode, Dynamic Mode. Já, fyndið, það væri klikkað. Taka eitt móta sem að allir eru bara, þú veist, út lokar augun. Allir vita, þú veist, hvað er að gera allt í hennu. Akkurat. Það væri fyndið að taka mitt þarna. En já, þá er matchi alveg byrjað. Egill á ferry á móti Inga Þór á Beelzebub. Það er alveg svakalegt að sjá hérna. Strax komnir í þetta. Hann halda honum inn í horninu, gott overhead. Hann náði dive-kickinu hans með sínu dive-kicki og fær big damage út af því. Dauður! What? Ég vissi ekki að það myndi drepa. Wow, ok, Ingi er kominn með vengeance til þess að koma hérna á móti Agli. Hann vill ekki sjá hann vinna þetta. Hann vill halda kráninu sínu. Þetta með þess að vera mjög erfitt fyrir hann hérna að komast allir upp fyrst að hann er hérna að koma frá loser side. Það er að resetta bracketi, vinna 3 leiki og svo vinna aðra 3 leiki. Og ég meina, þú veist, hann er alveg líklegur til þess. Mér minnir einmitt að hann hafi unnið seinasta mót þannig. Já. Hann líka vann mótið á móti mér rétt áðan. Já, þannig líka. Það er spurning hvort hann taki 2 mót. Hann er comeback king. Já, akkurat. Það er spurning hvort hann taki bæði side-mótin hérna á föstudeginum í Grand Final loser side. Það væri klikkað. En ég meina, allavega getum við sagt það, hann er búinn að taka fyrsta leikinn allavega í Grand Finalinu hérna. Þannig að... Mjög sterkur hérna. Já, rosalega sterkur. Ég meina, ég hef alltaf tók eftir því, sko, að hann var búinn. Já, þetta var mjög fljótur leikur. Wow, hann er byrjaður actually, hann spottaði alveg vel þarna hjá Ferry. Hann er líka mjög góður í því, hann er líka eins og í Street Fighter, hérna 6, þá var hann rosalega góður í Perfect Parry-unum, sko. Einmitt. Það er spurning hvernig það verður með nýju breytingunum síðan á Perfect Parry sem er að koma. Flottur. Náði hann að verja sig frá þessu. Heiðar góðum stað en hann er með minni að demöntum hérna. Nei. Ok, flott. Hérna, nei, býttu! Okay. Þetta settum var klikka. Hann overheadaði hann og var hittið síðan á kettinum. Combo limit því miður, hann er ekki að klára þetta hana. Spot dodge! Ok, og hann náði honum á teleportinu. Vel gert. Mjög erfitt greinilega að ná teleportinu. Við sáum Ironclad áðan
gera super eftir teleportið og hann náði að blokka. Þú veist, hann er tíma til að blokka eftir teleportið. Það er rosalegt. Þessi karakter, sko. Það Verður sem mótið sjálfum sér er að klikka þið, sko. Já. Ég meina Mirror Match er frekar klikkað. Leiðilegt þarna. Ok, heldur hann inn í horninu, hann er ekki að leiða hún að sleppa. Hérna. Það er big combo. Akkurat. Ingi Þetta er með er í super. gott damage hérna. Ok, nú Oh fæ ég að sjá my hvað God. það gerir. Vá, hvað það gerir actually mikið. 40% Og hann- grípur hann og Já. það er lowið. Vá, gott shimmy þarna í lokin, sko. Egill náði ekki að gera mikið þetta round. Hann þarf nefnilega að vera, sko, gallinn er að hann þarf að passa sig, hann þarf að spila rosa varkárt, en síðan þarf hann líka bara, þú veist, ekki að lenda í því að þetta gerist einmitt, að hann kemur inn. Gott spot á sjáum hérna. Það er counterið. Það er núna hérna, halda honum í þessu range. Góður hérna, super. Hvað fær hann út af þessu? Ó, áhugavert. Hvað var, áhugavert eitthvað sett? Er þetta döður? Nei, ekki alveg, jú, það geti verið, jú. Já, Yes! perfect hérna. Egill Nice, tekur leik vá. 2 hérna. Með perfekti, það er heldur gott. Hann var aðeins að ranka við sér, held ég. Einmitt. Hann er aðeins að muna trikkin sem hann notar. Aðeins að reyna að koma í veg fyrir þau. Hann lærði víst, hann sagði akkurat á kommentinu, hann lærði akkurat eitthvað nýtt counterplay á móti Beelzebub. Að sjá Inga dodge eitthvað move. Já, ok. Hann sá hann dodge eitthvað move og sagði Nei! Oh my god! Yes! En já, hann sá hann dodge eitthvað move og ákvað bara hefðu, býttu, wow, maður getur dodgeað þetta. Já, ok. Já, í mirror matchinu. Já, í mirror-matchinu. Já. Ó. Fann það út frá Inga sjálfur, svo hann gerði þessi Inga greiða. Flottur, gott. Oh my god. Ó, þetta er nótur að drepa líka. Þetta er svakalega flott special líka. Já, what the hell? akkurat. Áhugavert hvað þú getur gert með mig þegar þú grípar með svipunni. Ég Já. séð mismunandi hluti sem hann getur gert með Getur þessu. dreigið á hent hinum með við þig, getur dreigið bara upp að þér, getur Komin aftur frá gert vegnum. ykkur attacks og eitthvað. Það er virkilega. Þetta er að sjá Það þetta er líka. svo þarna, getur bara verið með hann þarna. Nær honum. Og því miður var þetta offense ekki alveg að virka hjá honum. Hann hitti köttinn á loftinu. Þeir eru eiginlega bara að keppast um það hver getur spot-dodgað meira, sko. Já. Og Super! Ok. Ekki mikið damage, Nei. en svo sannlega það var nóg til þess að aðeins að gera aðeins að jafna lífið. Nei, er þetta nóg? Býtu, hvað fara hann hér? Ok, hann... Hann er í- Ég ætla að vera að segja að hann er í chip hættu, en hann þurfti ekki einu svona að pæla í chipinu. Nei, það var bara jump back, normal. Ok, skóð spot dodge, en því miður, hann náði honum á endanum. First attack. Ég man ekki hvað það first attack gefur þér eitthvað sérstak bónus á speeder eða eitthvað, ég veit ekki. Ég held að sé að reyna að conditiona líka til þess að taka alltaf sko 2 hérna svona low-doti svo hann sé alltaf að spotta svo á Já, sama tíma, sko. já. Þetta verður á eftir einhvern tímann þá á hann eftir að ná honum alveg gríðarlega vel með þessu, sko. Þessi fireball finnst mér alltaf svo klikkuð, sko. Nei! Oh my god! Það bara tók í hann áður en hann gætt skotið projektalinu. Þeir eru báðir að berjast mjög mikið í long range-inu, sko. Já, akkurat. Þeir eru bara með full screen fucking normals og specials. Okay. Ok, nice, hann náði að charge þetta. Egill ákvað, þarna! Aftur, hann er kominn með þetta. Hann er kominn með þetta. Egill er kominn á game, ja, tournament game hérna. Já, hann þarf bara að vinna þennan leik. Og þá er hann gríndur aftur Grand Blue Championu. Sjáum hvort að enginn mun leyfa honum það eða hvort hann mun resetta bracketið. Æja, Kominn hérna. svaka pressur hérna. Ég meina, Ingi er, hann lenda í miklu klandri hérna. Hann er á ekki góð, hann er ekki, þú veist, health value hans eru ekki góð. En hérna byrjar eitthvað gott kannski. Býtu. Kominn í vegginn og... Kom með þannig að hann ætlaði hann að tick throw hann var bara ítt honum frá. Kom með super hana. Kominn, já. Gott teleportið mitt að koma sér í burtu þarna. Super! Býtu, hittir hann! Þetta er punish! Oh Og my býtu, God. er það, ok, allt er tilbúinu fyrir base boosted sprenginguna. Nei, hann er rétt. Hann á rétt líf eftir. Hver er að fara að ná þessu? Þetta er svakalegt, satt.
Ég fann fyrir. Oh my god, þetta er spot-on! En hérna nær hann, Ingi Þór tekur fyrsta leik hérna. Flottur. Hann er búinn að taka eina fyrsta rándið. Ok. Ingi er alltaf ekki búinn. Þetta er ekki búið hjá honum. Ok, dregur hann að. Oh my. Liðir spot-on satnaði mitt. Hann er alltaf að catcha þessi teleport núna. Þetta gengur ekki. Rosalega góður í því. Aftur! Og með þróin. Þetta, þú verður hann að hætta. Hann verður að hætta að teleporta svona mikið. Þetta gengur ekki. Hann er ekkert að ná neinu progressi á því. Gott. Mjög gott spot. Hann náði ekki að spotta þennan. Ítur hann frá. Nær næstu því. Hérna, nær dive kickinu. Þú ert komin að. Wow, gott throw escape. Nei! Það er ekki að klára þetta. Hann spottar sig! Nei, ef hann hefði átt svipina handa til þess að gera. Ég held að hann átti að hann var bara ekki tilbúinn. Þarna, ok. Tournament round hérna á Egil. Ingi þarf að vinna þetta. Eina leiðin til að resetta bracketinu. Sjáum það. Þetta er alltaf, hann er með þetta á hreinu hérna. Hann veit að Ingi er að spotta þetta svona mikið. Hann tók eftir því á kommentari. Það er líka gallinn sko, þegar menn er að læra á, þú veist, keppnuna á því að fylgjast með streymið sko. Já, ég myndi að þurfa að kommentera. Ég skal kannski viðurkenna það er kannski, ég er búinn að eyðileggja keppnina hérna með því að fólk er alltaf að ná að greina andstæðingana. Við varum hvað sem er að því ekki áhorfum. 50% hérna komin, hann er á 40. Gott! Oh my god! Greipar hann það í loftinu. Býttu! Er þetta búið? Er þetta búið? Þetta er komin! Já, Egill! Egill er tekið þetta, komin aftur. Inga. Komin aftur sem sigurvegari í Grand Blue. Með ferri líka. Akkurat líka áhugaverð. Hann spilaði 5 personur eitthvað á þessu móti, sko. Hann var bara alltaf að flakka á milli persóna. Var alltaf að gera eitthvað nýja hluti. En ég meina, hann ótrúlega standa sér rosalega vel. En ég meina, þú veist, Ingi líka komin allavega í Grand Finali, bara stóð sér rosalega vel. Ég held bara að þetta er búið að vera rosalega gott mót, mjög spenntur fyrir morgundeginum. Ég ætla ekki að halda svo mikið lengur út af því að ég er bara þreyttur. Mér langar að fara að spila tölvuleiki. Ég þarf alltaf að vera einhver tæknimálum og eitthvað svona dótari. Mér langar núna bara að fá að taka og spila nokkur tölvuleiki. Þannig að þakka ykkur kærlega heima sem eru búin að fylgjast með. Ef þið eru að fara að mæta á morgun, spenntur að hitta ykkur. Og ef þið eru ekki að fara að koma á morgun, þá hlakka ég ekki til að hitta ykkur. Allavega ekki á morgun, en kannski einhvern tíma seinna. En hérna, þakka ykkur kærlega fyrir að horfa og bara við sjáumst aftur á morgun. Peace out!